þangað til að vera landsamfélag og ég ekki vera heldur. Ég ekki alveg með landsamfélag. Skrokkið með það. Víkur hér þessi. Tíðasárin fóldar gróa, sveitirnar fyllast, akra, kyrja, móa, brauðveitir sonum, móðum, brjóða. Menningin vex í undinni að skóa, segir skórakta tóndin í Reykholti. Kæru frelsis og fullveldi sinnar, verði hjartanlega velkomin til þessa fundar. Það hefur ekki verið framsóknarmaður sem boðaði þennan fund. Okkur datt aldrei í huga að hafa fund klukkan 6:30 á mjaltaltíma í sveitum Íslands. Og þetta engróið í þjóðvora og það gildir hér í Reykjavík líka. Þannig að það nú aðalatriði að hér kominn kjarni öflugs fólks og það alltaf gott að koma saman og það þekkir sér að geið og presturinn og kirkjunni hafmessarðu yfir fæðstum í einu. Fjórum. Mér, organistanum og tveimur öðrum. Og einu sinni beið ég eftir Geir Voge í kapellunni upp í Húsafelli. Og presturinn kom ekki og hann átti að byrja klukkan 9 og hann var ekki kominn 9:30 og fólkið satt prútt og beið. Svo allt í einu opnaðist hurðin og inn rann stór og svartur hundur. Síðan kom presturinn á eftir og hélt á brennivínspeða. Þá sagði við sjáum nú það svona hjá geiminum. Hann dotti í það í gær. Þá var þess að taka okkur til altaris. Og hann hélt sína afburðaræðu þarna í kapellunni. Og þá var hann líkur Georg minn Stallur. Þetta barnabarnið hjá þeim. En þetta nú góð byrjun á einum fundi. Svík þú aldrei ættjörð þína í tryggðum. Svík þú aldrei ættjörð þína í tryggðum. Drekk þig heldur í hel. Og þið vitið að Tumi, hann drakk sig í hel. Hann ætlaði að fara í erindum kóngsins til að leggja Ísland undir konunginn. Og þá nótt sem hann hafði lofað því, þá drakk hann sig í hel í Noregi. Þannig nú sagan. En það kom svo í hlut Gissurar frænda míns að fullnægja gamla sáttmála svo vel að það var hægt að ná frelsinu aftur. En nú mikið í húfi að við stöndum saman og ég segi hér við ykkur að mér finnst að fylkingar sé að skipast þannig að fólk sé að verða meir og meir með okkur
Menn skilja ekki hvers vegna gengið til þessara verka með þessum hætti og það ólöglega nánast í lok sumars á höfuðdaginn sjálfan þegar Jóhannes skírari var höggvinn á höfuðdaginn. Þannig að það er mikið gáleysi yfir þessari för blessaðrar Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur og hún fer offari í verkefninu. Guð blessi hana og hennar fólk. En kæru vinir, hér verður fundur, ég ætla að segja ykkur frá því áður að ég var að skila minni umsögn inn til Alþingis. Ég var beðinn um það að utanríkismálanefnd að senda inn umsögn og ég sendi 2 síður af 4 því ég þekki það að stjórnmálamenn þeir verða óræsir með tímanum. Og það sagði mér Guðmundur G. Þórarinsson sem var allra greindastur þingmanna sem ég var með. Það má aldrei hafa langan texta á blaði fyrir þingmenn því að þeir verða ólæsir allan heim. Og það er verst ef þeir hætta að hlusta líka. Og nú er þannig statt með hóp þingmanna þeir hlusta ekki. En það þarf að hamra járnir og ég bið stjórnarandstöðuna að hika ekki við að vera málefnalegir, þrautsegir, að berjast fyrir málstað Íslands, frelsi þjóðarvorrar og fullveldi til framtíðar. Og ég finn það hvar sem ég fer, unga fólkið er að koma á sveig með okkur og svo framvegis og þegar að ég birti núna í Bændablaðinu mína umsögn, þá hljóta allir bændur Íslands að standa á einum stað. Þegar ég var landbúnaðarráðherra sá besti í Evrópu eins og þið munið, þá komu til mín 3 ungir menn og þeir báðum að fá að gera skýrslu fyrir hinn bjartsýna landbúnaðarráðherra næstu 20 árin. Svo settust þeir, glæsilegir strákar, hámenntaðir að verkefnunum og svo þegar kom fram á kosningaárið 2017 kemur aðstofamaður minn sem hét nú hvorki meira en minn en Eysteinn Jónsson. Þá mundu slökkt á síma helvítinu. Þá kemur hann til mín og segir Guðni, mér líst ekkert á þetta ferðalag. Hvað er það? Drengirnir eru konum með skrýtna skýrslu. Þeir hafa farið út í það að teikna alls konar sviðsmyndir og nú eru búin að teikna sviðsmynd að Ísland sé gengið í Evrópusambandið. Ég kalla strákarna til mín og segi, hvað eru þið að gera drengir? Þið ætla að búa til bjartsýna skýrslu og við viljum segja satt, sáðu þeir. Hér er allt brjálað og foringiðinn Halldór Ásgrímsson vill í Evrópusambandið. Þá eru þeir búin að teikna það upp árið 2012 ef Ísland gengið í Evrópusambandið. Það voru 400 kúabú á Íslandi. 6 árum síðar voru þau orðin 100 og árið 2025 voru aðeins 20 eftir. 125 sauðfjárbú voru 2017 og allt í volli sauðfjárræktinni, svínabúin, kjúklingabúin, eggjabúin, allt horfið. Garðyrkjan var horfin og gróðurhúsin og blómin og allt þau ræktun. Og það sem enn merkilegra var og þó ekki merkilegra að 25% allra bújarða. Hver hafði við átt þær? Ratcliffe. Óli Skram. Ratcliffe. Það var ekki Ratcliffe, það var miklu verri menn. Það voru auðhringir í Evrópu. Ratcliffe er þó með setur bændur á sína jarðir. Og hann er að hugsa veiðiárnar, hann er ekkert afleitur. Hann fremur sína glæpi þá erlendis. En það var sem sé 25% allra bújarða var komið í auðhringi og efnamenn í Evrópu. Þetta er þróunin sem að blasir við. Og síðan tekið fyrir sjúkdómanna að við myndum ekki verja hinn heilbrigðu íslensku dýrastofna ef gengið verður í Evrópusambandið. Þingmenn, eru þið að hlusta eða eru þið í símanum? Þið eru að hlusta allt. Ég er bara að segja hérna, það er ljóðbúin hérna. Þið eru bara 2. Og það sem 2 þingmenn koma saman, það á að vera gáður. En kæru vinir, þetta var útúrdúr sem ég vildi kynna fyrir ykkur. En hér er spurningin á þessum fundi, hvað er framundan? Og hér eru 5 aðalræðumenn, Ögmundur Jónasson, Erna Bjarnadóttir, Gunnar Ármannsson, Eiríkur Svavarsson
og Bryndís Geirsdóttir. Síðan kemur Arnar Þór upp og flytur samantekt og síðan verður orðið gefið frjálst. Þá verður allir að koma hér upp, síðan Georg, sem að nafnið þýðir gróður jarðar, er það ekki? Búi, Ha? búi, bóndi. Bóndi búi, það þýðir búi. Því annars heyrist ekki, því hér er allt tekið upp, þetta á að lifa allar þær frelsisbaráttur þar sem sagt er. Því við þurfum oftar sennilega að takast á frelsi þjóðarborða. En hér er komin hvorki meira né minna en Ögmundur Jónasson sem að hefur þannig að fund gjörsvöruðum. Já, góðir fundarmenn, mér langar til að byrja á því að segja ykkur frá sprunginni marmaraplötu. Þetta er svona eins konar dæmisaga, en hún er sann. Segir frá smiðin okkur, húsasmiðin, sem að tók sér það verkefni, jafnhliða húsasmiði, að ráðleggja fólki kaup á íbúðarhúsnæði, íbúðum og húsum. Og þessi ákvörðun varð til með honum þegar hann eitt sinn var staddur í húsi sem var til sölu og kaupendur komu að, þar á meðal hjón sem að lituðust og staðnæmdust við marmaraplötu í eldhúsinnréttinguna sem var sprungin. Og þau fóru að velta því fyrir sér hvort hægt var að gera við þessa sprungu og ef ekki, hvort verðið yrði látið ganga niður, væri hægt að ná einhverju samkomulagi slíkt. Það sem þau sáu ekki vegna þess að þau voru svo upptekin við smáatriðin, þau sá ekki það sem smiðurinn sá. Það var raki í veggjum og þakilag. Þau sá ekki heildarmyndina. Og það er þessi mynd sem að mér finnst blasa við okkur þegar við sjáum hvernig ríkisstjórnin ber sig að við aðildarumsóknina að Evrópusambandinu. Hún reynir að fá okkur til þess að horfa á sprunguna í marmaraplötunni. Og það má taka nokkur dæmi það. Í fyrsta lagi þá er hamrað á því að það hafi ekki verið afturkölluð fyrri umsókn. Samt er það nú svo að í gögnum Evrópusambandsins, European Commission, heitir þetta plagg eignað, að 12.3.2015 segir hér, við les það á ensku, in March 2015, Iceland's government requested that Iceland should not be regarded as a candidate country for EU membership. Þetta segir í gögnum Evrópusambandsins. En enga síður segir í greinargerð með þingsályktunartillögu ríkisstjórnarinnar að starfsmenn Evrópusömustofnunar staðfesti það sem að hún segir að það hafi ekki verið rétt staðið að afturköllun umsóknar. Þetta skiptir í sjálfsögðu engu máli. Engu máli. Hún var stöðvuð, þessi umsókn, hún var stöðvuð og nú þarf að byrja á nýjan leik. Þannig stendur þetta. Ef við staðræmumst við það hins vegar að horfa til þess hvernig staðið var að málum á þessum árum, þá erum við komin út af endalausa vegferð. Hún bara skiptir engu máli. En hvers vegna leggur ríkisstjórnin svo mikið upp úr því að sé að ræða sömu umsókn og áður var? Jú, þá lítur þetta allt saman miklu léttvægar út. Það er bara Þyrnirós sem lagði sig og svo kemur Pavel og Kissir og allt verður gott og við höldum bara áfram. Og kæra þjóð eru ekki sammála að gera það. En þannig er þetta ekki.
Þetta er ein af sprungunum sem að sjónum okkar er beint að núna. Við síðan er það meintar undanþágur frá regluverki ESB. Það er náttúrulega nærtóbakið í Svíþjóð. Það eru sumarbústaðirnir í Danmörku. Hvort Finnum verði heimilað að borga úr eigin vasa til að styrkja landbúnað á norðurslóðum. Og svo er það túnfiskurinn og mörtum. Og þeir hafi fengið undanþágu. Og ég er búinn að vera að fletta þessu upp. Hve mikið er fisk af túnfiski á mörtu. Og þannig er að á hverju ári 2023, 2024, 2025 þá voru 434 tonn sem voru leyfðir. Núna á þessu ári og til 2028 verður aflinn leyfilegur 507 tonn. Það má ekki gleyma sverðfiskfreskinu. Það eru 30-40 tonn þar. Ég er farið rangt mál þegar ég vitnaði í veiðarnar á mörtu. Ég talaði 1000 tonn. 1000 tonna kvóta. Þetta er miklu minna, þetta er 500 tonn. Þetta eru menn að bera saman við fisk dreginn úr sjó á Íslandsmiðum. 1,3 milljónir tonna. Þetta er samanburðurinn og þar fyrir utan náðu margt verið engum sérlausnum vegna þess að valdið liggur ennþá hjá ESB. Síðan eru það Írarnir, ég ætla ekki að fara út í þá sálma núna sem að töldu sig hafa samið sérlausnir 1973 þegar við gengum í Evrópusambandið og núna fyrir jól var þeim sagt að það yrði blásið á það. Nema þessu öllu saman, þessum túnfiski og sverðfiski og neftóbaki í Svíþjóð og sumarbústöðum er teflt upp gegn veruleikanum á Íslandi. Við erum á heimsvísu er staða okkar sú að við erum sjálfstæð fullvalda þjóð, fullvalda því leyti sem EES-samningurinn skerðir hann ekki. Við hefum orku sem að nægir til sjálfbærni. Við hefum nær sjúkdómafría bústofna. Við höfum félagslega stjórn á mikilvægustu innviðum, erum herlaus og í kjörstöðu til að koma fram sem óháðir friðflytjendur. Við í alþjóðlegum samskiptum þá eigum við sæti við allt samningaborð. Við gerum tvíhliða samninga við þau ríki sem við teljum okkur geta gagnast af viðskiptum við, Kína, ríki Suður-Ameríku og víðar. Við sitjum við samningaborð hjá Alþjóða viðskiptastofnuninni, WTO, World Trade Organization. Við höfum eitt sæti þar. Hvað skildi Evrópusambandið hafa mörg sæti? 1. Ein rödd sem talar fyrir Evrópusambandið hjá WTO, einni röddu tala þau. Í TISA-samningunum Trade and Services Agreement, 1 sæti, Íslandi. Þessu öllu saman afsamningu, öllum þessum sætum. Og halda menn að þegar við gerum samninga við Bandaríkin til dæmis varnarsamning sem við gerum 1951, haldið að við munum sitja við það samningaborð þegar rætt verður þann samning. Ég reyndar þegar að sá samningu skipti engu máli, ekki nokkur einasta máli. Við erum áhrifarsvæði Bandaríkjanna og þannig lítur það út, þannig er það í reynd og skiptir engu máli. En engar síður skiptir máli að við sitjum við borðið og ræðum við okkar viðsemjendur. Ekki gegnum Evrópusambandið sem mun gerast hjá Alþjóða viðskiptastofnuninni, gagnvart erlendum stórveldum og svo framvegis. Og þá vaknar þessi spurning, að ég er að vera búin með tíma. Ef við horfum til beggja handa, annars vegar er Trump, og það þarf ekki að fara mörgum orðum hann, við þekkjum það. En horfum líka til Evrópu. Horfum til hans Charles Michel, sem var forseti ráðherra eða leiðtogaráðs Evrópuráðsins til 2024. Hann sagði mitt í mars staða á að nú þyrfti að koma Evrópu í stríðsham. Og það er það sem við erum að gera núna. Merz, kanslari Þýskalands, hann var hér á dögunum upp í norður Noregi við landamærin í Rússland.
Hann var í felulitum, hann var í herbúningi í felulitum og sagði að nú væri verið að efla varnir þar og Rússar það sami sögum mynd. Þetta kallast stigmögnun og hann sagði við munum sjá fram á stigmögnun. Og mun þessi stigmögnun ógna okkur á endanum, til þess hún gerð að magna upp stríðsviljan. Þannig þetta, Merz þessi hann hefur sagt að hann sé ekki hræddur við stríð. Og þá spurningin, eigum við að halla okkur að hrekkjusvíni í austri eða vestri? Einhver vörn í því að halla sér að Evrópusambandinu? Að sjálfsögðu ekki. Gagnvart hverjum, spyr ég. Nei, það vörn í því að fylgja spakmælum Eysteins Jónssonar sem talaði á Þingvöllum 1944 og sagði eftirfarandi: Mér Íslendingar munum kappkosta að koma þannig fram við aðrar þjóðir að við öðlumst vináttu þeirra og traust. Við munum unna öðrum réttar og sannmælis en halda á rétti vorum. Slíkar verða landvarnir þjóðarinnar og aðra regi. Þetta tel ég vera vitlega mælt. Og ef við horfum á heiminn eins og hann blasir við okkur nú, ef hann horfum á hann frá sjónarhóli lands sem situr á Atlantshafshryggnum og úfar rísa til beggja handa í Evrópu og Bandaríkjunum, hvert skal þá vera okkar hlutverk? Okkar hlutverk skal vera þetta. Takk fyrir. Prýðileg ræða, Ögmundur minn, þakka þér fyrir. Geirvogi, hvaða bók hafa prestarnir aðalega við allt starfið í prédikun sinni? Biblíuna. Nú höfum við gefin út okkar biblía. Bókin ESB í páskalitum, skrifaði ESB, hvað í pakkanum? Og þingmenn, Þorgrímur og Þórarinn Ingi, hvað hann? Skusti Síman, já. Þessa bók eigið að fara með hvað eftir annað upp í ræðustól Alþingis þegar að kveðja Þorgerði og Kristrúnu og segja þessu með bókina hvað séði í pakkanum. Svo eigið að grípa niður í hana hér og þar og svona sækið þið að þeim viku eftir viku. Já, velkomin Jón á Hólum. Og ég sé að þetta orðið fjölmenni á fundunum leður þú út mættum. En muniði þessa bók, við höfum að gefa vinum okkar annan og við höfum að hafa hana hvert sem Bókin ESB, hvað í pakkanum. Hér getum við kíkt í hann og séð hvað í honum. Hér allar upplýsingar skrifaðar af Frosta Sigurjónsinni. Hvar ertu, Frosti minn? Stattu upp, gefið hann gott klapp. Magnaður maður og ég var svo vilja að senda hann aftur í framboð í næstu kosningum. Hann kemst ekki undan því. En nú tekur við Erna okkar Bjarnadóttir sem mikill sérfræðingur í landbúnaðarmálum og mörgu fleiri verða. Fundarstjóri og góði fundamenn. Var þetta allt svona frábært í Finnlandi? Það mætti skilja það þegar maður hlustar á utanríkisráðherrann og hennar ráðgjafa tala áhrif ESB-aðildar á landbúnað í Finnlandi. Það vill hins vegar þannig til að árið 2003 gaf hennar ráðuneyti með núverandi ráðuneytisstjóra sem aðalhöfund skýrslunnar ásamt þeirri sem hér stendur út skýrslu hvað gerðist í Finnlandi. Og þar einfaldlega rakin mjög nákvæmlega upp úr finnskum skýrslum hvað gerðist. Í undirbúningi skýrslunnar það var aflað upplýsinga eins og segir úr finnskum skýrslum og ég og Martin við lögðum land undir fót, fórum til Austurríkis og sáum þar hvíta hesta á torgum, við fórum til Finnlands og við fórum til Brussel og það eru kaflar í skýrslunni hverja einstu þessar ferðar, hversu við erum áskilja. Þetta yfir 90 blaðsíðna skýrsla. Og það eru einfaldlega ódýrar eftiráskýringar að halda því fram að Finnar og Svíar hafi reynt þetta með svo góðum árangri. Og þetta eru orð
ráðherrans í grein 2. apríl í Morgunblaðinu og fengið sérlausnir fyrir sér landbúnað. Og ég ætla að fara aðeins nánar í þetta mál og nota tækifæri á þessum fundi. Staða þessara ríkja var í upphafi ólík hvað landbúnað snerti. Finnar lögðu miklar áherslur á að fá lausnir fyrir sinn landbúnað vegna norðlægrar legu en einnig fyrir landbúnað í Suður-Finnlandi. Þetta var krúsíal, þetta var lykilatriði til þess að aðild yrði yfirleitt samþykkt í Finnlandi. Því hefði bændasamtökin verið á móti, þá hefði málið að líkindum farið öðruvísi. Það gefði fullt af finnskum framamönnum í landbúnaði sem tóku þátt í þessum viðræðum og átt samtöl við þá. Stuðningur í þessum tveimur löndum, hann var fjarri því að vera á líku róli á þessum tíma. Það er mikilvægt því að það þýðir ekki að leggja þessi 2 lönd á jöfnu eins og þeir sem að vilja skauta létt yfir sannleikann í fortíðinni jafnan gera. Í Finnlandi þá var mikill verðstuðningur sem við köllum, það var toppdæmt og verð á afurðum til bænda var töluvert hærra en í Evrópusambandinu. Í Svíþjóð var hins vegar búið að breyta landbúnaðarstefnunni í svona átt til markaðsvæðingar, lækka eða afnema tolla og landbúnaður hafði þegar tekið nokkru leyti þeim breytingu sem af því leiddu. Og þess vegna var heldur ekki lögð jafn rík áhersla á sérlausnir eða samninga fyrir landbúnað í Svíþjóð. Og þeir til dæmis sömdu einfaldlega bara lægri fjárhagslegar heimildir til þessa sérstaka stuðnings. Og aðlögun að sameiginlegu landbúnaðarstefnunni eins og hún var innleidd í Finnlandi, eins og utanríkisráðherra leyfir sér að lýsa í þessari grein, hún engin mælikvarði á árangur, hún segir ekkert annað en að breytingar hafi orðið. Og án frekari greiningar ekki hægt að segja hvernig samfélagið hefði þróast án aðildar. En það sem sagt eins og ég segi, lá fyrir að verð til bænda, það myndi lækka. Það var alveg búið að kortleggja það af finnskum bændasamtökum og í samstarfi stjórnvöld. Þetta var mjög náin samvinna í Finnlandi milli bænda og stjórnvalda á sínum tíma. Og það var samið tímabundinn stuðning, ég held að fari rétt með að það bara verið fyrsta árið sem að finnska ríkið mátti borga bændum greiðslur per framleidda einingu til þess að koma til móts við þá verðlækkun sem þarna varð. Nú, við höfum líka heyrt talað þessar svokölluðu sérlausnir sem eru auðvitað ekkert annað en bara útfærsla innan sameiginlegu landbúnaðarstefnunnar, þessi 142. grein, norðlægur stuðningur og tekur til norðlægra svæða. Hún veitir þarna varanlegt svigrúm en áfram háð skilyrðum og öllu eftirliti og samþykki framkvæmdastjórnar ESB. Og ég man eftir að hafa heyrt frammámenn í finnskum landbúnaðinum lýsa því að það var ekki nokkur leið að koma embættismönnum í Brussel í skilningu það hvað þessar aðstæður í Finnlandi og sérstaklega í Norður-Finnlandi væru mikið frábrunnar og það var ekki fyrir fólki að koma á staðinn að það trúði því að það væri alltaf kafi snjó í veturna. Og þetta er satt. Nú, síðan var þessi 141. grein og það má kalla raunverulega sérlaust. Það er að segja heimild til stuðnings við landbúnað sem að dróst síðan smá saman eftir því sem að fyrirfram var ákveðið því að þessi landbúnaður í suðurhlutanum hann átti einfaldlega aðlagast sameiginlegu landbúnaðarstefnunni. Síðan var þetta sameiginlega landbúnaðarstefnan með öðrum stjórntækjum innleidd. Þar er svokallaður harðbýlisstuðningur sem er líka greiddur í hlíðum Alpafjalla og hálendi annars staðar, til dæmis í Skotlandi meðan Bretar voru aðilar, umhverfisstuðningur og svo framvegis. Þetta er meira og minna borgað af viðkomandi aðildarreglu. Þannig að það er ekki þannig að talsmenn aðildar geti komið hérna fram og sagt, þið munið fá svo mikla peninga frá Evrópusambandinu. Þetta virkar einfaldlega ekki þannig. Og framlög Evrópusambandsins eru jafnframt háð því að viðkomandi ríki komi með sín mót framlög að fullu. Ef að þau koma ekki að fullu, þá koma bara minni peningar frá Evrópusambandinu. Það er ekki flóknara það. Þannig að allt þetta sem ég hef nefnt hér, þetta voru varnarviðbrögð. Þetta voru ekki grunnur að einhverjum sóknar tækifærum. Það er mikilvægt. Og afleiðingarnar voru þær að í Finnlandi þá dróst framleiðsla norðan 62 breiddargráðu fljótlega 20–30% og varð sérhæðari.
Og hún var líka síðan hefur í Suður-Finnlandi. Þar til dæmis dróst kúabúskapur saman og menn fóru bara að rækta korn og vinna á einhverjum kontorum og fljúga með flugvélum til Brussel til þess að halda þessu batteríi gangandi. Í þessari skýrslu farið ítarlega yfir margt fleira en tölulegum staðreyndum, allt tekið upp úr finnskum skýrslum sem voru gefnar út árlega, þannig að þetta var allt skráð niður í rauntíma. Verð til bænda á eggjum lækkaði 70%, svínakjöti 35%, nautakjöti rúm 30%, mjólk 13%. Og í heildina metið var áætlað að verð á búfjárafurðum hefði lækkað 40 til 45%. Verð á korni til bænda lækkaði meira eða áætlað 50%. Lækkaði verð til neytenda svona 10 til 11%. Og skýrslunni er einnig að finna tölur tekjuþróun. Fyrstu 4 árin eftir aðild á dróst rekstrarafgangur, það sé tekjur mínus kostnaður saman á hverju einasta ári. 2 árin milli 12 og 13%, 1 árið tæp 4% og 4 árið 17,7%. Hvert einasta ári 4 ár, það dróst afkoman saman. Og þó að landbúnaðarstefna Evrópusambandsins hafi tekið gríðarlega breytingum frá því að þessi skýrsla var gerð, þá á þetta að mestu leyti við í dag, þar að segja, hér á landi reiðum okkur ennþá að langmestu leyti á þennan verð. Það að segja, verð til bænda hér á landi fyrir flestar árið mun hærra heldur en það myndi verða á þessar tollverndar. Hvað sem mönnum finnst svo það stjórntæki til þess að koma stuðningi til bænda. Það að landbúnaður sé sem sagt stundaður í Finnlandi segir þess vegna lítið þennan árangur. Þetta hefði sjálfsagt farið allt öðruvísi ef það ekki hefði komið til ESB-aðildar. Og nú er ég ekki að segja að Finnar hefði átt að verða aðildar, þetta var fjölmargt annað sem að olli því að þeir ákvaðu að fara þessa leið. En þetta eru staðreyndirnar hvað kom fyrir fyrir finnska landbúnað. Og það er auðvitað til að gæta sanngirni hefur þetta margt annað gerst. Til dæmis töpuðu Finnar sínum Rússlandsmarkaði sem var gríðarlega mikilvægur fyrir mjólkurframleiðslu í Finnlandi þegar Krímstríðið skall á 2016. Svo dæmi séu tekin. Umræða að sjá einhvern samning, kíkja í bókina Frosta, við getum lesið meira og minna þar. Hún gengur þannig fram hjá eðli þessar viðræðna. Það sem liggur fyrir í gögnum 1 og það er líka reynsla þeirra sem standa í þessu. Við höfum séð á samfélagsmiðlum þar eru víst íslenski frjótakar held ég á ferð núna og hafa heimsótt marga bændur og skilaboðin verið skýr, ég ætla ekki að hafa orðrétt eftir þar sem þeir skrifa samfélagsmiðlana, það er ekki húsum hæft en þeir vara eindregið íslenska bændur við að út í þetta verið farið. Í skýrslunni frá 2003, svo ég taki 3 tilvitnanir, segir ólíklegt að heimildir fáast til að auka heildarstuðning við búvöruframleiðsluna frá því sem nú er. Ég tel persónulega að það hefði ekkert komið fram sem að breytir þessari ályktun. Miðað við óbreytt stuðningskerfi hér á landi verður að telja að staða íslensks landbúnaðar væri verri innan ESB en utan þess. Þótt ekki sé hægt að útiloka einhver sóknarfæri skapist og betri útflutningsmarkmið geti skapast innan sambandsins. Síðan þetta var skrifað er búið að gera samning 3000 tonna útflutningskvóta fyrir lambakjöt og það er langt yfir 1000 tonn nýtt á honum í dag. Þannig að ef þetta lá á bak við þessi orð, þá á þetta ekki lengur við. Flest bendir til þess að Íslendingar haldi meira sjálfstæði til mótunar eigin landbúnaðarstefnu utan ESB en innan hennar. Þegar fallar mjög viðkvæmt mál og framtíð landbúnaðar verður að gera kröfu að fullyrðingar og vangaveltur séu reistar á gögnum sem eru sannarlega til og ráðuneytisstjórinn hennar Þorgerðar, hann skrifaði þessa skýrslu og hún er til á netinu og í ráðuneytinu. Og bara að lokum, þá vil ég að komi fram að auðvitað fékk ég aðstoð gervigreindur til að setja þetta saman. Svo fór ég yfir textann sjálf, vitanlega til að tryggja að það væri réttur og þess vegna held ég þessi nokkuð nálægt sannleikann. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Erna mín. Svona greind kona það nú ekki mikið á gervigreindina að halda. En borgar sig að halda biblíuna á lofti til að minna á hana. Segja ykkur frá því að hún Erna var að segja sannleikann landbúnaði. Ég skrifaði í dag í Morgunblaðið grein og ég sjá í þessum sal hvað margir hafa lesið þetta.
við allt of fá. Það greinum þá ósvífni sem að ríkir í dag á Íslandi. Það merkilegasta sem við eigum íslenski hesturinn. Hann ræktaður í 20 löndum. Hann gilda lög og reglur að menn mega ekki blanda öðru kyni í hann og allir verða að fallast á það. Íslenska lambið heilagur matur á Íslandi. Ef að gestir koma á heimilinn og yfir þannig útlendingar, þá var hann lambahryggur, lambalæri eða kjötsúpa. Og hverju skafta Íslendingar núna allan heim og fólk sem vill vera fallegt og frægt. Íslenskri lopapeysu, segi ég, sem að handverk húsfreyjunnar, ömmu okkar og langömmu og mömmu. Og hún var til undir spunanum, í spunarokknum, þegar að karlmenn lásu Njálu á kvöldvökum. Þá var þessi hugmynd til, konur hugsa nefnilega meðan að kallar og tala. Og svo vek ég athygli á því að 18.000 kílómetra leið, alla leið frá Nýja-Sjálandi, eru menn aftur og aftur að flytja nýsjálenskt lamb yfir hafið og hingað. Og ég fann það í frystikistum hér páskana, það átti að reyna að koma því í Íslendinga, svo endar það jafnan, ég fylgi þessu eftir með því að þeir taka það, þína þau og setja það í sósu og óliskan. Og svo einhverjir sem kaupa þessa vitleysu, ekki þú. Einhverjir sem kaupa þessa vitleysu og jafnvel Landspítalinn kaupir það. Af því hann með viðbit erlent og notar ekki íslenskt smjör í sjúklingarna. Þannig þetta frelsisgrein og við höfum að standa vörð landbúnaðinn. Fyrirgefið þið þennan útúrdúr, kæru vinir. En kjarnanum verðum við að koma hér að í kvöld. Kæru þakkir nú tekur hann við Gunnar Ármannsson. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, fundarmenn. Ég náttúrulega með biblíuna mína. Guðni hefur sagt margar skemmtilega setningar hérna og hann eiginlega fór með mig þegar hann sagði hér eina setningu. Vegna þess að hans setning afgreiddi bara það sem ég ætla að flytja núna. Hann sagði þetta í einni setningu. Hvers vegna gengið til verka með þessum hætti? Spurði hann. Og það það sem ég ætla að tala hérna núna. Hvers vegna erum við að ganga til verka með þessum hætti? Þegar þær stöllur lýstu því yfir 7. mars að það ætti að blása til þjóðaratkvæðagreiðslu, þá fór ég strax að hugsa það að nú yrði rifrildi væntanlega það hvort þetta segja já eða nei. Og ég hugsaði með mér að þá kvöldið að ég skyldi setja niður nokkra punkta og upp úr mér rann heil grein sem að ég birti nánast óbreytta á Vísi.is mánudaginn 9. mars. Þar sem ég sagði að ég vildi enga þjóðaratkvæðagreiðslu, hvorki já eða nei. Ég vildi bara ekki fá þjóðaratkvæðagreiðslu. Og með þessu þá vakti ég upp marga gamla drauga, mína bekkjarbræður, nokkra, sem ég hafði ekki séð til margra ára og aldrei heyrt í. En þarna ruddust þeir inn á fésbókina hjá mér og kölluðu mig ýmsum ónefnum. Ég var meðal annars með kommunískar skoðanir og ég var með fasískar skoðanir, ég var einfeldningur og ég veit ekki hvað og hvað. Og það allt í lagi þegar maður kalla mig það sem þeir vilja, en það ekki endilega málinalegt. Og nú ætla ég að gera aðeins grein fyrir þessari afstöðu. Sko, ég ætla að byrja með að segja það skýrt strax. Ég treysti þjóðinni. Ég ber fulla virðingu fyrir lýðræðinu. Sú afstaða mín hins vegar að vilja ekki þjóðaratkvæðagreiðslu aðild Íslands að Evrópusambandinu og taki eftir því ég segi að minnstakosti ekki núna. Hún snýst ekki tortryggni gagnvart fólkinu, heldur tortryggni gagnvart aðferðafræðinni sem verið að bjóða upp á. Hún snýst það. Við erum beðin að kjósa það hvort fara í aðildarviðræði Evrópusambandið. Það ekki verið að beðin að kjósa aðild, það ekki verið að leggja fyrir samt til að kjósa og það ekkert skilgreint markmið sem liggur fyrir hvert við erum að fara með þessu öllu saman. Hverjar verða kröfur Íslands, hvað fæst og hvað fæst ekki, eða hvaða vald verður framselt og hvað stendur eftir. Og þetta ekkert einföld spurning og þetta ekki lítil ákvörðun að fjalla um þetta. Og nú ætla ég aðeins að staldra við
vegna þess að einn af mínum gömlu bekkjarbræðrum sem kom inn á ritföllin hjá mér, hann nú lögmaður og bekkjarbróðir okkar Þorgerðar Katrínar. Og hann bendi mér á það að, og nota bene, hann búinn að vera diplomat í íslensku utanríkisþjónustunni í mörg ár. Og hann bendi mér á það að Íslendingar eiga afburða samningamann. Stefán Haukur sendi hér okkar í Brussel, hann gríðarlega reynslu af alþjóðlegum samningaviðræðum. Og þessi félagi minn bendi mér á það að það væri afskaplega slæm samningatækni að gefa upp samningsmarkmiðin fyrirfram, þannig að gagnaðileg fengi að vita það hver samningsmarkmið og hverja rauðu línurnar væri sem við ætlum að setja í sandinn. Þetta væri mjög óskynsamleg nálgun og hreinasti afleikur. Þetta er dálítið merkilegt og þarna nefnilega blasir við mótsögnin. Við erum það að kjósa hvort halda í áfram viðræðum án þess að vita hver samningsmarkmiðin eiga að vera. Þeir sem eru alveg ákveðnir og ætla að segja já, þeim bara alveg nákvæmlega sama, þeir ætla að segja já sama hvað. Og sennilega það bara eins með mörg okkar hin sem ætlum að segja nei, okkur bara alveg sama hver samningsmarkmiðin eru, við ætlum bara ekki að samþykkja samning. En síðan vitum við það að það stór hópur sem segist þá að vilja sjá samningsmarkmið. Hvað við að fara að semja, hvar verða rauðu línurnar dregnar. Þetta vill fólk fá að sjá áður hann tekur afstöðu og það út af þessi sanngjörn krafa hjá þessu fólki. En ef við upplýsum þetta sama fólk samningsmarkmiðin okkar, þá erum við að gefa gagnaðilanum allt og miklar upplýsingar. Og þetta fáránleg samningatækni, bara svo það sé sagt á íslensku. En þessi aðferðafræði, hún sýnir það að það ekki þjóðin sem vandamáli í þessu. Þetta bara sýnir að aðferðafræðin, hún röng. Hún kolröng. Eðlilega ferli sem að mér finnst, og ég veit að það einhverjir hér inni mögulega og margir sem ég þekki sem með sammála. Ég var þá að fara að ræða Evrópusambandsaðild, þá að setja þetta á dagskrá fyrir alþingiskosningar. Það sem að menn geta einfaldlega bara að presentera það sjónarmið að þeir ætli sér og vilji fara í samningaviðræður. Og það þá bara ekkert að því þeir flokkar sem þeir gera. Þeir koma fram með þessar hugmyndir sínar. Ef þeir fá meiri hluta til þess að mynda stjórn, þá einfaldlega fara í samningaviðræður. Og ég ekkert að gefa upp samningsmarkmið fyrirfram. Þeir hafa þá fengið umboð frá nægilega miklum fjölda kjósenda sem vissu það að þessi flokkar ætluðu að fara í aðildarviðræður og þeir bara gera það. Koma með samninginn, niður nefndana, þetta í boði. Nú skal þjóðin fá að kjósa. Enga vangaveltur og engin upplýsing á þetta. Allar staðreyndir á borðinu. Við skulum muna það að fyrir síðustu kosningar, það var ESB-aðildin, hún var ekki á dagskrá nema hjá einum flokki sem fékk 15% atkvæða. Og mér finnst einfaldlega við þær aðstæður að vera lýðræðislega rangt að hefja vegferð sem getur leitt til framsals að hluta sjálfstæði þjóðarinnar án þess að það liggi skýrt fyrir að meiri hluti þjóðarinnar hafi afhent stjórninni þetta umboð. Það bara liggur ekki fyrir. Þetta snýst ekkert það hvort að ESB sé vont eða gott. Þetta snýst það hvernig stórar og óafturkræfar ákvarðanir eru teknar í fulltrúa lýðræði. Spurningin aðild að Evrópusambandinu, hún ekki svo hvert annað dægurmál. Eins og skatta, skipulag mennta og eða heilbrigðismála. Þótt það séu vissulega mikilvæg mál, þá það ekki spurning sjálfstæði þjóðarinnar. Ísland hefur aðeins verið fullvalda og sjálfstætt í rétt 80 ár. Eftir að við glötuðum sjálfstæðinu með gamla samfélag á árinu 1262 til 1264. Við erum búin að hafa þetta sjálfstæði okkar í bara eitt augnablik ef við skoðum þetta í sögulegu samhengi. Og nú ætla ég að benda á dálítið athyglisvert sem að ég sá á deva.is. Ég les mjög margt, ég les alls konar miðla og alls konar skoðanir, líka deva. Og það margt gott að finna. Það viðtal við Þórunni Sveinbjarnardóttur, forseta Alþingis, og spurningin Evrópusambandsaðildina segir hún að sé á pari við samninginn NATO 1949 og varnarsamninginn við Bandaríkin 1951. Það því rétt 75 ár síðan þjóðin stóð frammi fyrir jafn stórum spurningum að hennar mati. Ekki rétt að staldra aðeins við og vanda sig. Þetta ekki flókið. Flokkar sem að vilja aðild,
þeir koma fram með það í kosningum, fá þeir meirihluta, þá leita þessi samningi, leggja fram fyrir fólki veit hvað liggur fyrir og getur kosið, já eða nei, mjög einfalt. Ég ætla samt að segja það fyrir mig, ég myndi segja nei við ESB aðild, jafnvel þótt samningurinn verði hagstæður til skamms tíma. Ástæðan er mjög einföld, ég vil ekki að Ísland framselji hluta sjálfstæði sínu til yfirþjóðlegra stofnana. Og ég ætla að segja það hér, það er talað um það að ríkin haldi fullveldi sínu í ESB. Það má alveg deilum það, formið til það rétt, en það er hins vegar staðreynd að aðild og felur í sér valdframsal, löggjafarvald, ákvörðunarvald og forgang ESB-réttar á ákveðnu sviði. Þetta er ekki skoðun mín, þetta er bara lögfræðileg niðurstaða. Það kom fram hérna í máli Ögmundar í góðri ræðu hans að við höfum gert marga samninga og við erum sjálfstæð til að gera samninga. Við erum með EES-samningin, við erum með EFTA-samningin, tvíhliða-samningin og svo framvegis. Þetta höfum við gert á þess að afsala sjálfstæð okkar. Og ég segi, samstarf er ekki það sama á samruni og samvinna er ekki það sama á framsal. Og að lokum, það er ekki ólýðræðislegt að gagnrýna þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er ekki forræðishyggja að kalla eftir betra ferli. Og það eru ekki öfgar eða afturhald að vilja að stórar ákvarðanir séu teknar á réttum forsendum og á réttum tíma. Ef þjóðin á endanum stendur frammi fyrir samningi, skýrum samningi með allar staðreyndir á borðinu, þá treysti ég þjóðinni 100%. En ekki svona og ekki núna. Takk fyrir þessu. Kæri Gunnar, þetta var frábær ræða. Þú hefur numið lögfræðina af Njáli, heyrðist mér. Djúp og viska í henni og mannleg ráð, þannig ég þakka þér fyrir. Og kæru vinir, það er ekkert mikilvægar en að kalla nýja og nýja menn inn í umræðuna. Sem víðast að af agrinum og þetta var gott innlegg, gefið í Gunnari aftur gott, klart. Svo minni ég á hinn góðu orð Davíðs vinar minns Oddssonar, sem er nú fallinn, en hann sagði við mig, Gunni, ég gekkst inn á það að klára EES-samningi með Jóni Baldvin. Ég taldi að þá með þeirri leið myndum við fá öll Trump-spilin á hendi og losna við hundana. Svo í síðasta samtali sem ég kvaddi hann, þá sagði hann, Gunni, nú ætla menn að ganga í Evrópusambandið og taka hundana inn á hendi sín og þetta kom fram í ræðu Gunnars hér mjög skýrt. Og ég segi eins og hann og Davíð að ef þjóðin fær allar upplýsingar, þá mun hún svara rétt 29. ágúst. Ég tók eftir því þinginu í dag, drengir, þingmenn Kari Þórarinn. Hann er í langlínu samtali að Þorgerður Katrín svaraði engu gagnrýni yfir kjörstjórnar. Hún sneri sig bara eins og fimur stjórnmálamaður út úr því. Þannig sem þegar ég var að tala stundum, þá reyndi ég að leiða fréttamennina stundum út í mýri. Hún leiddi bara þingið út í mýri og talaði það sem hún vildi og svaraði engri spurningu. En þetta er út úr. Því að nú tekur hann Eiríkur Svavarsson við, gjör svo vel. Ágætu fundarmenn, ég þykir nú afar hvetjandi að fá að koma á svona samkomu í upphafi þeirrar baráttu sem er framundan hér á landi næstu 5 mánuði. Síðast þegar ég kom á borgarafund hér í Iðnó var á Icesave-tímanum og þá vorum við að kalla eftir því hvert var í greiðsluplanið. Núna erum við öll held ég að kalla eftir því sama. Hvar eru upplýsingarnar? Þetta mál sem við stöndum hér frammi fyrir það er afskaplega mikilvægt og það getur varðað alla framtíð okkar lands. Ekki bara okkur sem erum hér, heldur líka komandi kynslóðir. Sérhver kynslóð þarf að axla ábyrgð
á varðveislu lýðveldisins og lýðræðisins, sagði maður sem situr hér á bekk 2 í þessum fundarsal í umsögn sinni til utanríkismálanefndar. Og það þess vegna sem við komum hér saman í kvöld. Óháð okkar pólitísku skoðunum eða lífsviðhorfum. Við komum hér saman vegna þess að fyrirhuguð þjóðaratkvæðagreiðsla aðild Íslands að Evrópusambandinu snýr að lýðræðinu og fullveldinu í þessu landi. Það ekki einu sinni deilt að Ísland, ef það gerist aðili að Evrópusambandinu, þá þýðir það vist framsal fullveldis. Það þýðir yfirþjóðlegt vald, þar sem leikreglur Evrópusambandsins hafa bein réttaráhrif á Íslandi. Aðild að Evrópusambandinu þýðir framsal á löggjafarvaldi, framkvæmdavaldi og dómsvaldi úr landi og til stofnana sem þurfa að taka mið af allt öðrum hagsmunum en okkar hér. Í þessari stutturæðu þá langar mig að beina sjónum mínum að atriðum þeirrar þingsályktunartillögu sem liggur fyrir Alþingi vegna fyrirhugaðrar þjóðaratkvæðagreiðslu. Flutningsmaður þessara þingsályktunartillögu aðeins einn, utanríkisráðherra. Þetta ekki þingsályktun jafn mikilvægt mál. Þetta ekki þingsályktun sem flutt af ríkisstjórninni eða stjórnarflokkunum, en það liggur fyrir að ríkisstjórnin ekki samstiga aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þá liggur fyrir að það ekki meirihluti á Alþingi fyrir þessu máli. Það af þessum ástæðum og ekki öðrum sem þetta mál borið til þjóðarinnar. Treystum þjóðinni sagt, og það fylgir sögunni, að við sem viljum ekki aðild að Evrópusambandinu treystum ekki þjóðinni. Þvílíkt rugl. Ég nokkuð viss að allir sem eru hérna inni, þeir treysta þjóðinni. Það hins vegar þannig að þegar boðað til beins lýðræðis með þjóðaratkvæðagreiðslu, þá gilda ákveðnar lágmarksreglur upplýsingargjöf og það skylda stjórnvalda að boða til að þegar að boða til þjóðaratkvæðagreiðslu að þá skuli öllum lykil upplýsingum viðkomandi málefni komið til kjósenda. Þingsályktunartillagan sem hérna undir, hún í algjöru skötulíki. Hún 4 blaðsíður að meðtalinni greinargerðinni með tillögunni. Hún gefur nær engar upplýsingar hvað þeir verða að kjósa, engar upplýsingar hvað ferlið muni leiða. Hún gefur engar upplýsingar hverja verða afleiðingar af því að kjósa já eða hvaða afleiðingar það hefur að segja nei. Hún gefur engar upplýsingar hver kostnaður af aðildarferlinu eða hvað það kostar yfirleitt íslenska þjóð að vera aðili að Evrópusambandinu. En mikilvægast að hún gefur engar upplýsingar það hver verða samningsmarkmið stjórnvalda í komandi aðildarferli ef þjóðin segir já. Hvað á ég við með þessu? Í greinargerð með þingsályktunartillögunni eru talin upp helstu markmið sem stjórnvöld höfðu í aðildarviðræðum sínum árið 2009 til 2013. Og það líka sagt að þessi markmið ætli stjórnvöld nú að hafa til hliðsjónar. Engin skuldbinding, bara yfirlýsing. Ríkjandi stjórnvöld eru reyndar það heiðarleg að í greinargerð tillögunnar segir beinlínis að samningsmarkmiðin verði mótuð eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna í haust. Við eigum sem sagt bara að kjósa og vona svo það besta. Svona getur Alþingi Íslendingar, okkar æðsta stofnun, ekki afgreitt þetta mál. Það ekki hægt að bjóða upp á það að kjósendur kjósi með bundi fyrir augun án þess að vita hvernig okkar stjórnvöld ætli að nálgast málið. Ég vil í þessu sambandi benda á það að aðildarumsókn Íslands í júlí 2009 var samþykkt af Alþingi
með afar mikilvægum fyrirvörum grundvallarhagsmuni Íslands og þeir voru tíundaðir í áliti utanríkismálanefndar á þeim tíma. Alþingi setti þáverandi ríkisstjórn skilyrði hversu langt hún mætti ganga í viðræðum við Evrópusambandið. Alþingi gerði sömuleiðis kröfu að ríkisstjórnin hefði náið samstarf við þingið Alþingi gerði sömuleiðis kröfu að ríkisstjórnin hefði náið samstarf við þingið á öllum stigum málsins í öllu aðildarferlinu. Þessi ítarlegu fyrirvara sem fylgdu málinu af hálfu Alþingis árið 2010 eru ekki bindandi fyrir þessa ríkisstjórn sem nú er. Eins og þingsályktunin liggur fyrir, þá blasir við að fái ríkisstjórnin umboð beint frá kjósendum í þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið, er Alþingi ekki aðstöðu til að setja ríkisstjórn skilyrði. Það liggur bara fyrir. Ég lít svo á Alþingi bara hreinlega verður að setja vandaða fyrirvara framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunnar og það ferli sem færi af stað ef kjósendur vilja hefja aðildarviðræður. Staðreyndin hins vegar sú að þetta næst ekki ef þá að afgreiða þetta mál fyrir lok maí af hálfu þingsins. Þetta bara örfáar vikur til þeirra vinna og þetta næst ekki. Tímasetning þjóðaratkvæðagreiðslunnar gengur ekki upp. Þinginu og þjóðinni bara einfaldlega skammtaður allt of naumur tími og það verið að nýta hér alla lægstu mælikvarða til þess að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu af því varða tímalínu. Það eru engar skýringar sem koma fram á þessum flýti. Bara engar. Kannski að lokum, þá það kannski eitt atriði þessari þingsályktunartillögu. Nú settur einhver mæk hérna. Við Íslendingar erum aðilar að svokallari Feneyjanefnd sem heyrir undir Evrópuráðið. Og þetta nokkuð konar stofnun sem hefur verið hér störfum í áratugi, snýrað og tekur til umfjöllunar á fræðilegan hátt, stjórnarskrármál, mannréttindamál, kosningakerfismál og svo framvegis. Þessi nefnd hefur sett viðmið framkvæmd á þjóðaratkvæðagreiðslu. Gerði það árið 2007, endurbætti þessa leiðbeiningar og viðmið sinna aðildarríkja, þar með talið Íslands, árið 2024 minnum við, 22 eða 24. Þegar að litið til þessara leiðbeiningarreglna sem íslensk stjórnvöld í grunninn eiga að líta til fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þegar maður lítur til þessara viðmiða og berða saman þá spurning sem í þessari þingsályktun, þá eru viðmið Feneyjanefndarinnar í raun og veru þau að spurningin sem er borin undir atkvæði, hún þarf að vera skýr og skiljanleg, hún má ekki vera villandi, hún verður að vera hlutlaus, hún má ekki gefa í skyn eitt sérstakt svar. Þessi viðmið eru ekki uppfyllt í þeirri þingsályktun sem fyrir liggur. Og blessunarlega þá er landskjörstjórn þessa lands, sem nota bene skipuð af Alþingi, hún þó allavega vakandi að einhverju leyti. Hún búin að senda Alþingi umsögn þessa þingsályktun og gerir við hana mjög alvarlegar athugasemdir. Virðingin fyrir þessu var nú ekki meira en svo að ég heyrði nú Helgu Völu fyrrverandi þingmann Samfylkingarinnar að tala það í einhverjum fjölmiðlum núna helgina, að þetta væri bara eina af þessum umsögnum sem hefur borist. Eina af umsögnum. Það hafa borist núna rétt 40 umsögnir til þingsins þetta mál. Ég held ég fari rétt með það eru 7 eða 8 sem bera einhver þau rök með þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Allar aðrar umsagnir eru hið gagnstæða. Og flestar þessara umsagna eru afskaplega vel rökstuddar.
Það er nefnilega einkenni af mínum mati þeirra sem eru að vinna á þeirri hlið sem ég held að flest okkar hér í þessum sal eru, það er að segja efasemdamenn eru aðild Íslands að Evrópusambandinu. Við erum öll að vinna út frá rökum og málefnileika og við ætlum að halda því áfram. Því það er, sannleikurinn er í ferðartöskunni hjá okkur í því ferðalagi sem framundan er næstu 5 mánuði. Trúið mér fyrir því. Og kannski að lokum það leið og að ég held að svona fundur, þessi fundur, sé bara einn af mörgum sem eru framundan. Það skiptir máli að ganga fram af ábyrgð. Það skiptir máli að rökstyðja málsinn. Og það höfum við gert að mínum mati mjög vel. Svo vel að þegar ég var að hlusta hér á Sprengisand í gærmorgun, það gat ég ekki heyrt í frekar rugluðu viðtali reyndar þáttastjórnandans við ónefndan prófessor sem var ber nafn þá sama og ég ber, að þar kemur fram algjör viðurkenningur raun og veru á því hvernig fyrsti áfangi þessa ferðalags hefur farið. Þannig að klöppum okkur aðeins að baki fyrir það. Minnum okkur síðan á það, helst á hverjum degi, þangað til að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu verður, að í krafti fullveldisins, auðlindanna sem hér eru, orkunnar sem eru í þessu landi, þá hefur okkur tekið sig að skapa lífskjör einmitt í gegnum fullveldisréttin, sem eru ekki að pari við eiginlega neitt annað. Örfá ríki Evrópu, þá nefni ég Sviss og Noreg. Hvað eiga þau sameiginlegt með Íslandi? Þau eru ekki í Evrópusambandinu. Takk fyrir mig. Kærar þakkir, Eiríkur. Afburðaræða er sem mig minnir að þú hafi starfað í Interfenshópnum. Er það ekki? Hann hefur komið að stærsta frelsismáli þessara þjóðar, var í Interfenshópnum sem að skipti miklu máli þegar Íslandi var bjargað frá gjaldþroti og hann vann að greiningu og framkvæmd aðgerðaáætlunum til afléttingar fjármagnshafta í samstarfi við marga erlenda aðila og fleiri. Þessi ræða var eins og beint frá Njáli. Þannig að þakka þér innlega fyrir. Og þessar 2 raddir, þessara góðu lögmanna, það skipta mjög miklu máli að þeirra orðræða fari áfram. Og nú tekur hún til máls síðast í framsögulistanum en ekki síst Bryndís Geirsdóttir, alin upp í Reykholti hjá Geirvoge og Snorra Sturlusyni. Gjörðu svo vel. Jæja. Já, góða kvöldið, kæru fundarmenn, heyrið all í mér. Já, mikið gott að vera með ykkur í kvöld og gaman. Það hefur verið alveg ótrúlega skemmtilegt að hlusta á þessi frábæru erindi. Við þakka ykkur öllum fyrir það. Hér stend ég fyrst og fremst sem húsmóðir. Kona sem hefur það mikla ábyrgðarhlutverk að gefa fólki að borða. Ég er líka sveitakona, þó ekki bóndi, en ég ólst upp í sveit og skólasystkini mín voru bændabörn. Þegar við vorum eitthvað að grínast í gamla daga, þá var henni háfleygu setningu oft ósjaldan kastað. Ég veit það ekki, ég er bara að vinna hérna. Og hvaðan kom hún? Jú, þegar foreldrar okkar komu úr kaupstað, búnir að sinna ýmsum skyldum í ýmsum þjónustustofnunum, fengu þeir stundum að heyra þetta svar. Ég veit það ekki, ég bara vinn hérna. Og þetta þótti fyndið. Því þeirra vinna, foreldrana, búsýslan, gengur út á að hafa vit á nánast öllum hlutum, að þekkja
og vita. Þekkja landið sitt, hvern einasta blett. Skilja náttúruna, vita fyrir veðri, vita hvar besta mólendið og hvað þarf að græða upp. Hvernig búsmálarum líður, þekkja skepnurnar sínar og annarra manna skepnur, þekkja húsa og vélakost, vita hvað þarf að sinna viðhaldi, þekkja hvaða verkefni eru á dagskrá og hvernig á að leysa þau. Við hvern á að tala. Þekkja fóðurmanninn, tæknimanninn, rúningsfólkið, sæðarann, dýralækninn og nágrannan. Bændur verða að vita skil á öllum hlutum sem koma að búrekstrinum og það er ekki í boði að vita ekki. Og þetta vita börnin frá blautu barnsbeini. Far þú upp í sveit, kæri áheyrandi, og byrdu sveitakrakka að leira með þér. Hann fer ekki ofan í IKEA-skúfu, hann leiðir þig út á kampinn við lækinn og sýnir þér hvar á að finna leirinn. Og svo búið þið til drullukökur með vitin full af ilmi, af lyngi og rey og vellið af spóanum í eyranum. Komi upp einhver ný tíðni, eitthvað annarlegt ástand, þá skilur barnið það áreiðanlega á undan þér og veit hvaða boðleiðir eru færar til að bregðast við ástandinu. Svona gengur búsýslan og mér finnst heilmikið vit í því. Áratugum saman hefur verið byggt upp landbúnaðarkerfi í Evrópu og á Íslandi sem sífellt leggur meiri kvaðir á bændur. Reglugerðir hönnun og staðla á húsakosti og annarri aðstöðu, aukin heimting og skýrsluhaldi, kostnaðarsömu eftirliti og þá verulega aukin kröfugerð vegna loftslagsákvæða og með tilheyrandi álögum á eldsneyti, kílómetragjald og hækkandi verð á áburði. Þróunin er sú að búunum fækkar og þau stækka því að kerfið hvetur til stórbúskapar og er íþyngjandi fyrir einyrkjana og fjölskyldubúin. Bændabörnin sem ég ólst upp með þurftu að taka þá ákvörðun hvort þau ætla að taka við fjölskyldubúinu og uppfylla drauma sína og þá þurfa þau að endurbyggja búin eftir nýjustu stöðlum með miklum tilkostnaði og skuldum í erfiðu vaxtaumhverfi. Og þá þarf að leggja á sig vinnu við að sinna tvöfalt fleiri skepnum en foreldrar þeirra gerðu til að eiga nokkurn möguleika á að láta enda ná saman. Því að þó mjaltaþjónar séu vissulega mikil hagræðing, þá eru engar vélar sem leysa mannshöndina af í burðaraðstoð og almennri aðhlýðningu skepna. Stórbúskapur er á hendi stórfyrirtækja í Evrópu og eiga til dæmis frakkar eða fransk-þýsk hlutafélag orðið megnið af akurlendi og taka til sín kúfin af landbúnaðarstyrkjum sambandsins. Verkin á vegum þessara stórbúa eru framkvæmd af verktökum og farandverkafólki. Skriffinnskan er í höndum sérfræðinganna í borginni. Slík búuppsvif styrkja ekki nærumhverfið í sveitum eins og fjölskyldubúin gera. Þau byggja á mónókultúr, sérhæfingu, iðnbúskap, einhæfni sem fer illa með ræktarland, samfélag og náttúrufar. 11. desember í fyrra kynntu bandarísk stjórnvöld áform að breyta búháttum þar í landi, reyna mjakonum í átt frá stórbúskap í átt að náttúruvænni og hreinni landbúnaði. Leggja áherslu á heilbrigðari jarðveg með minni notkun varnarefna. Þeir hyggjast leggja $700 milljónir í verkefnið eða tæpa 87 milljarða íslenskra króna. Það er allþengt vísir í rétta átt og þeir segja fjárhæðinni vel varið því þeir munu uppskera ríkulega í bættri heilsu landsmanna. Já, það hefur nefnilega komið á daginn að notkun eiturefna er hreint ekki skaðlaus. Í janúar á þessu ári var aftur kölluð hin fræga rannsókn sem hélt fram skaðleysi glýkosfats sem er virka efnið í Roundup illgresiseitrinu. Það kom nefnilega upp úr dúrnum
að rannsóknin hafði verið pöntuð af Monsanto, bandaríska lyfteygni landbúnaðarrisanum sem framleiddi eitrið. Og Roundup hefur verið notað í gríðarlegu mæli þar sem áður var kallað Akuryrkjubeltið í Bandaríkjunum en margir kallað krabbameinsbeltið í dag. Það þótti vont mál í Evrópu þegar Wikileaks kom upp það, mér minnir að það hafi verið 2011, að spænsk yfirvöld höfðu reyndar unnið náið með risanum að landbúnaðartækni, líftækni verkefnum sem njóta ekki samþykkis í Evrópulöndunum og Evrópusambandið hafði fram til þessa hafnað. Árið 2018 keypti þýski lyfjarisinn Bayer Monsanto og hefur samrunin verið nefndur versti fyrirtækjasamruni sögunnar. Það þarf vart að minnast á að meiri háttar hagnaðar og arðsemisgrunnur Bayer sala á krabbameinslyfjum. Einhvern veginn kemur mér það ekkert sérlega spánskt fyrir sjónir að helstu hvatamenn Mercosur-samkomulagsins eru einmitt Spánverjar og Þjóðverjar ásamt Norðurlandaþjóðunum. Ég velti því fyrir mér hversu margir hér í salnum kallast þau Mercosur-samningin eða samkomulagið sem Ísland aðili að í gegnum EFTA. Mercosur-löndin eru Argentína, Brasilía, Úrúgvæ og Paragvæ og kjarni samningsins afnám 90% allra tolla á milli Evrópusambandsins og Mercosur-svæðisins í nokkrum skömmtum. ESB vonast til að auka útflutning á bílum og efnavörum til Suður-Ameríku en á móti verða seldar ódýrar landbúnaðarafurðir í Evrópu. Samningin átti að staðfesta í desember 2025 en mótmæli bænda keyrðu hart í bak og framkvæmdastjórinn var gerð afturreka með samningin. Ráðamenn ákváðu þó að ýta úr skor á köldum degi í janúar og nú þegar farin að framfylgja samningnum þrátt fyrir að hann hafi ekki verið afgreiddur af þjóðþingjum aðildarlandanna og Evrópuþingið hafi ekki samþykkt hann að fullu, heldur sett hann fyrir dóm, þar sem úrskurða á lögmæti hans. Innfluttu landbúnaðarafurðirnar frá Suður-Ameríku standast nefnilega hreint ekki. Það kröfur sem Evrópusambandið sjálft hefur þróað og lagt á bændur álfurnar í áratugi. Og þetta er ekki aðeins áðurnefndar kröfur aðbúnað, heldur einnig strangar kröfur heilnæmi og hollustu matvæla. Bann við krabbameinsvaldandi vaxtarhormónum sem flýta fallþunga. Bann við vaxtaraukandi sýklalyfjagjöf í fóðri sem eykur byrðar heilbrigðiskerfisins vegna sýklalyfjaónæmra sjúkdómsvaldandi örvera. Bann við notkun eiturefna sem tæknikratar kalla varnarefni, en rannsóknir sýna fram á að valda skaða í allri lífkeðjunni og valda krabbameinum, sjálfsofnæmissjúkdómum og taugahrörnunarsjúkdómum á borðið MS, Parkinson og Alzheimer hjá neytendunum. Pólverjar, Austurríkismenn, Ungverjar, Hollendingar, Ítalir, Írar og Frakkar eru bara hreint ekkert sáttir með þetta. Og reyndar lögðu ósáttir bændur frá 27 Evrópulöndum upp í langferð á dráttarvélunum sínum til Brussel núna fyrir jólin til að mótmæla samkomulaginu. Ég var ekkert sérlega mikið vör við fréttir af þessu hér á landi, en mótmælin vörðu dögum saman og bændurnir fengu að mæta bæði lögreglu og her. Það hefur verið frábært að fylgjast með spænskum bændum sem ryðja frá sér afburðarflottum ræðum fæðuöryggi og matvælaöryggi og fullveldi. Þeir þekkja nú UN á eigin skinni, harðneskjuna og hallærin þar sem harðstjórar ráða ríkjum. Spænskir bændur fullyrða reyndar að þeir þurfi bara hreint ekkert á tollabandalagi Evrópu að halda. Þeir þurfi ekkert að senda úr landi. Þeir hafi þróað dáindis mjólkurvörur og gæða kjöt með ríkum kúltúr og það sé ekkert endilega metnaðarmál fyrir þá að flytja það út. Spánverjar geta notað þetta sjálfur að bestu list. Og það sé hins vegar
Löngu tímabært þjóðþrifaverk að flytja út landbúnaðarráðherrann og hirðina á ráðuneytinu. Það er svo skrítið að meðan vondar ákvarðanir í orkumálum keyra orkuverð í Evrópusambandslöndunum upp, sem keyrir svo aftur iðnaðinn þar í þrot, eru eigi að síður hagsmunir iðnaðarins teknir fram yfir matvæla og fæðuöryggið í álfunni. Og það á að bæta með innflutningi á gjaldfellandi landbúnaðarvöru frá Suður-Ameríku. Íslendingar eru í dýrmætri stöðu. Við eigum hreint, gott land, ómengað af örplasti og iðnúrgangi. Við eigum ómetanlega græna orku og búum við jarðhita, hreint vatn og dýrmætar landbúnaðarjarðir. Ef til vill er einhver mesti auðurinn ungt og kröftugt fólk sem hefur þekkingu, lærdóm, vilja og elju til að stunda búskap á Íslandi. Ef einhver tíma í sögunni hefur verið bæði lag og nauðsyn að efla landbúnað, þá er það núna. Og við verðum að efla metnað okkar sem þjóðar til að fara ótroðnar slóðir og opna augun fyrir áskorunum matvælaumhverfisins í heiminum í dag og tækifærunum sem felast í öflugri framleiðslu hreinna afurða. Eflum lífræna framleiðslu, fjölgum fjölskyldubúum og sækjum fram. Ég vil enga sérhæfða teknokrata sem enginn kaus í forystu fyrir landið mitt og sitja suður í Brussel. Það var nú meiri búskusinn sem kysi það. Ég vil ármenn á Alþingi sem vaka yfir þjóðarbúinu og sinna stjórnsýslunni eins vel og uppáhaldsbændurnir mínir sinna búsýslunni. Þannig veit ég að við tökum ábyrgð á heilsu okkar fólks og við getum haft völ á hreinum, heilnæmum matvælum úr okkar umhverfi á okkar borð. Eins og góðir bændur þekkja sína búsýslu vilja að við þekkjum okkar stjórnsýslu. Við eigum ekki að vera búskusar sem vita ekki og ekki aðeins að við höfum yfirsýn og innsýn, heldur líka að þekkja innviði og boðleiðir og verkferla og stunda stjórnsýslu á okkar forsendum með fullu forræði á okkar málum. Ég þakka fyrir mig. Jæja, Bryndís mín, eplið hefur ekki fallið langt frá veikinni. Alveg frábær ræða og þú komst að kjarna málsins. Löngum var ég læknir minn, lögfræðingur prestur, smiður kóngur kennarinn, kerra plógur hestur. Ræðum við ekki þetta í æsku. Ég heyri að hún hefur numið fræðin stelpan, alveg frábær ræða og 2 litlar dæmisögur, beint í framhaldi af ræðarnar. Ég hitti hér á sveitabæ fyrir stuttu síðan dreng frá Bandaríkjunum sem var doktorsnemi. Og bóndinn kunni nú góða ensku þannig að hann gat látið okkur tala saman. Ég tala bara hið forna mál Njáls. Og þó það sé nú svo að margir útlendingar skilji mína íslensku, til dæmis á hestamannamótunum hér, þegar við vorum þar við Ólafur Ragnar, þá talaði hann á ensku hálftíma ræðu og leiði yfir 7 manns. Svo þegar ég tók til að tala á íslensku 10 þá skildu allir og íslenski hesturinn hætti að bíta gras, evrópska grasið og horfði á foringja sinn. En ég hitti sem sé amerískan nemann, doktorsnemann, og ég fór að spurja hvernig hann væri kominn til Íslands. Hann sagðist hafa fregnað það
að í þessu landi væri síðasti fjölskyldubúskapurinn nánast í heiminum. Það væri handmade, sagði hann. Og hann langaði að kynnast bændunum og þessum búskaparháttum Íslendinga. Og hann var hér að ferðast meðal bænda og dvelja stutta stund á hinum ýmsu búum og skrifa ritgerð það í sínu doktorsnámi. Þetta vakti athygli. Þetta var inntak í hennar ræðu sem að við eigum að standa vörð um. Hvað var nú hitt atriði, Bryndís mín, sem ég var að hugsa undir þinn ræðum? Hvað var ég að hugsa um? Þetta var svo snjótt að ræða. Að hugurinn flaug víða. Já, svo er það náttúrulega gríðarlega mikilvægt að láta þá ekki stíga því, en þetta kemur nú upp í hugan, en gefið þið Bryndísi aftur gott klapp. Já, þá kemur það. Eru þingmennirnir báðir farnir? Nei, Þorgrímur minn gattu inn aftur. Nú þurfti ég að tala við ykkur sérstaklega. Þórarinn minn í þessu langa símtali en... Þetta er millilanda símtal. Það gerðist hér í kringum Úkraníu. Að á einni vornóttu í Sauðburði þá féllst alþingi Íslendinga á það að flytja inn kjúklinga til styrktar Úkraníu. Þegar þeir opna landið okkar til að bjarga kjúklingabúskapnum í Úkraníu. Kemur ekki til minn maður sem er að koma frá Hollandi og sagði að auðmennirnir í Hollandi hefur hlegið yfir vankunnáttu Íslendinga. Það eru engir fátækir kjúklingabændur í Úkraníu. Það eru auðmenn frá Hollandi sem eiga öll þessi bú. Og mér tókst með aðstoð Lilju og Katrínar að stoppa þetta ári síðar. Annars hefði allur kjúklingabúskapur okkar farið. Kannast þú við þetta, Þorgrímur? Þekkir söguna. Þekkir söguna, segir hann. Og nú ertu á Varðbergi áfram. Svona, það var grátið yfir því að við skildum bjarga Úkraníu kjúklingabændum. Svo kom í ljós að í þessu mikla landbúnaðarlandi þá áttu þeir ekkert búin. Það voru auðmenn í Evrópu, í Hollandi og víðar sem áttu búin þeirra. Og við ætlum að slátra okkar kjúklingabúskap til þess að bjarga Úkraníu. Svona er nú vanþekkingin, Þorgrímur minn, á alþingi Íslendinga. Jónas á Hriflu, sýslungiðinn, hefði ekki látið fara svona með sig. En þetta var útúrdúr. Ég ætla að gefa tveimur mönnum orðið til þess að hlaupa aðeins yfir svona aðalatriðin sem hafa komið þetta svo skemmtilegu fundur. Ég kom algjörlega óundirbúinn á fundinni. Ég geti hér væri klíkufundur með 5 mönnum. Fræddi mig ekki einu sinni í sparifötin, fór í ræktina og hjólaði 10 kílómetra og lyfti 10 tonnum, fór í heitan, pott og kaldan og lifði af. Ég held að þetta væri smá klíkufundur, en svo er þetta bara stór fundur og merkilegu fundur. Svona er nú lífið. En ég ætla að bjóða þeim Arnari Þór og Hildi mínum Guðmundssyni sem skrifar viturlegasta greinar að segja hér örfá orði 3 mínútur hvor. Arnar Þór. Já, ég þakka fyrir tækifæri til að fá að ávarpa þennan góða fund og bara kannski örstutt til að draga þetta saman eins og ég sé þetta, að hér hefur verið nefnt í máli þessara góðu framsögumanna að við þurfum að þekkja ræturnar okkar og við þurfum að þekkja söguna og ég myndi bæta því við þurfum að þekkja líka fólki í landinu. Og talandi um landbúnaðinn, þá var ég nú fjósamaður á Hjarðarlandi í Biskupstungum, þetta var lítið býli tiltölulega og við þekktum kýrnar og klöppuðu þeim og þær gengu allar undir nafni.
Og ég held að bóndi á slíku bíli mér sýnast að þeir hugsi betur sína kýr heldur en iðnaðarbændurnir. Ég held að það sé nokkuð ljóst. Og ég vil meina það að þingmenn hugsi betur sína samborgara í nærsamfélaginu heldur en fólk sem situr langt suður í löndum og að setja reglur þjóðfélög sem þekkja ekki. Þannig að þetta skiptir miklu máli í sögulegu samhengi. Það hin svokallaða nálægða regla sem að Evrópusambandið virðir í orði en ekki í verki. Og ég vil bæta því við að ég gerði mér ferð til Brussel núna daginn og fór inn í þinghús Evrópusambandsins sem mjög merkileg bygging og hún byggð, þið getið séð þetta á gömlu málverki sem sýnir turnin í Babel, gamalt málverk, ég held að það sé eftir Michelangelo og þinghúsið byggt alveg í sama stíl, þannig að ég var svolítið óttaslegin nánast þegar ég kom þarna inn, en það var svo skrítið. Þegar ég kom inn í húsið, þá tók á móti okkur leiðbeinandi sérstakur og leiddi okkur í gegnum alls konar öryggisferla í kringum öryggishurðar og áður en við vissum af, þá var ég og félaginu komin út úr húsinu aftur, bara á 3 mínútum. Svo ég hugsaði, ef þeim gengur ekki betur en það að leiða fólk inn í þetta völundahús, að þá veit ég hvernig reglurnar verða þegar að koma hérna út. Þannig að þetta var áhugaverð reynsla og mér var hugsað til Jónasar í Hvalnum sem að lofaði öllu fögru meðan hann væri inn í Hvalnumunni að hann skyldi aldeilis fara að breyta rétt og það gerði ég líka þegar ég var inn í þinghúsinu og mér var spýtt út. Og kannski það áskorun til okkar allra að verkefnið auðvitað að tala við fólkið í landinu okkar og hvetja til dáða. Og ég held að þessum 5 mánuðum sem framundan það væri margt óviturlegra en það að við öll gæfum að tíma okkar í þágu lands og þjóðar. Þetta örlaga tími sem við lifum og gerðum okkur ferð til að fara og tala við fólki í landinu og vonandi þessi góði fundur hér bara upphafið á mörgum fleirum fundum sem að haldnir verða og við þurfum auðvitað að finna taktin í því hvernig þetta verður og sjálfsagt þarf að auka þéttleikan á þessum fundum, þéttni fundana þegar nær dregur þessum örlaga degi sem höfuðdagurinn svo við gerum aftur biblíuleg. En að síðustu, að því við erum búin að tala biblíuna og þá Njálu, að þá muniði það að eini lögfræðingurinn eiginlega fyrir utan Njál sem nefndur í, þeir eru nú nokkri fleiri, en sá sem fær verstu í rauninni lýsinguna af lögfræðingum í Njálu Eyjólfur Bölverksson sem að reyndi með klækjum að snúa lögunum á hvolf í hag síns umbjóðanda en að afskræma lögin og hann fekk mjög vonda umsögn og í rauninni vond örlög í sögunni og mér sýnist það á því sem að hér hefur komið fram að tillaga Þorgerðar Katrínar utanríkisráðherra til þingsályktunar sé í rauninni illa unnin og þessar 4 umsagnir sem að lagðar hafa verið fram sem eru hlynntar þingsályktunni í rauninni einkenn sem að styðja þessa ályktun eru byggðar á orðhengilshætti í anda Eyjólfs Bölverkssonar. Þannig að okkar verkefni að minna fólk á það að við höfum svo mikil og mikilvægt verk að vinna. Við höfum rökin hérna megin eins og Eiríkur benti svo vel á og minna fólk á það að hvað við höfum mikil verðmæti í höndunum og ætlum ekki að missa þau frá okkur vegna stundar gróða. Og ef ég má bara bæta einu við enn á biblíunum og forsendum, með leyfi klerkana hérna inni, að þá var Jósef muniði þegar honum var hent í gryfju og bræður hans ætluðu að fyrirkoma honum. Þegar þeir komu svo til Egyptalands og sá að hann var sestur í æðsta valda embætti heims, þá sagði hann við þá: þetta var illa meint af ykkar hálfu, en því var snúið til góðs. Svo að tillagan ekki sérstaklega að mínu viti vel meint, en við munum snúa henni til góðs og vekja fólk til vitundar. Takk fyrir mig. Ræðan
Kæra þakkir og við mögum ekki gleyma því með Líf Bölvarsson að hann lét kaupa sig og mikið hlóðu ungu mennirnir á Þingvöllum þegar Kári skaut hann út af hringnum sem hann þáði í laun fyrir að ganga í hitt liðið. Þannig hann góð dæmisaga. En hann Hjörtur og svo sé ég að veðurfræðingurinn Haraldur minn Ólafsson fór Ingi. Hann verður að segja okkur veðurútlitið í Evrópumálinu og eftir. En Hjörtur byrjar. Já, Hjörtur Guðmundsson, ég á það til að skrifa greinar og mér langar bara að þakka fyrir að fund og taka svona, já, Eiríkur og raunin allir kom inn á það að það er lykilatriði þetta að við höldum okkur málefnin. Það er ekki erfitt því að rökin eru okkar megin, sést best á því hvað andstæðingin er rökbrota. Ég til dæmis þeirri skýrni stöðu að fjölmiðlar eigi vandræði með að finna eitthvað til þess að vera á móti mér. Ég er búinn að stinga upp á ýmsa fjölmiðla svona spurningabræði. Ég hef nefnt Dabbi Eggertsson, Pavel Bartósek, Sigmar Guðmundsson, allt miklu orðhákar svona á netinu og eitthvað þau eru einir en þeir vilja alls ekki mæta mér. Daginn átti ég að vera á móti Magnúsi formanni Evrópuhreyfingarinnar. Það endaði með því að ég var einn og hann svo einn síðar í vikunni. Og þetta er nú bara vegna þess að ég hef gert heimvinna mína. Ég hef sett mig inn í þessi mál og sendi ekki frá minni mikið staðið á því og það er það sem er lykilatriði í þessu. Það er að vera málefnalegur, að taka þetta bara rökunum, rökin eru okkar megin, málstæðurinn er góður, það verður ekkert mikið betri og það er bara rétta leiðin að vera bara málefnalegur. Þegar þeir fara í drullupóllinn þá förum við ekki með þeim, við leyfum þeim að samlega þar og þegar menn eru komin þangað þá er erfitt að fara upp úr honum og við tökum bara, höfnum bara málefnunum og þannig fáum við sífellt meiri stuðning og kannanirnar eru okkur í vil eins með öllum þeim fyrirvörum sem tekur auðvitað skoðanakönnunum og bara maður finnur þetta að þetta er að færast rétt á og þá er náttúrulega ekki málið að halda sig aftur í stólunum og halda þetta sem bara komið, heldur bara að líta á það sem hvatningu til þess að gera betur og við því stærri þessi sigurum verður og ég spái því að við munum vinna. Ég ætla hann að það er bjartsýnn eðlisfari og hef enga ástæðu að ætla annað en mér þetta ekki í hug að láta að gefa mér það. Þetta er ekki búið verið búið og fram að því þá er maður á tánum og allt sem við gerum skiptir máli. Þetta er ekki kemning hver gerir mest, þetta snýst bara að allir gerir þess að þeir geta og margsmátt greið stórt þessi samvinnuverkefni og Guðni þekkir nú og aðrir, sérstaklega Framsóknarmenn eru mjög sérfræðingar í samvinnum, þekkja það vel og þannig gerum við þetta. Þetta er bara eins og ágætur sviðsstjóri minn þess að ég vinn í Hagstofunni. Hann segir alltaf svona í gríni svona að þau verðum að gera eitthvað því að þetta er náttúrulega ríkisstjórnin fyrir lýðveldið en ég meina það, fyrir lýðveldið. Fyrir lýðveldið í Ísland við viljum áfram sjálfstæði, við viljum áfram að ráða okkur málum sjálf, við viljum að standa og vörðu fullveldið, frelsið til að ráða okkur eigin málum í staði þess að einhverjir taka einhver ákvörðun til Brussel sem við höfum ekkert að segja og við þurfum bara að vona að það verði eitthvað sem hentur okkur þó það verði aldrei teknar með okkur hagsmuni í huga. Þannig áfram Ísland. Kæra þakkir Hjörtur minn og þakka öll þín skrif og þekkingarleit og upplýsingar. Svo er nú gott að formaður Heimssýnar, Haraldur Ólafsson, er ekki tilbúinn? Ég er alltaf tilbúinn, sko. Þá er ræðustóllinn þinn. Takk að þið fyrir. Og svo verða hér leyfðar fyrirspurnar, stuttar og snjallar og þau kannski ljúka ræðum fundurinn en fundurinn er að vera búinn að standa í 2 tíma og það er sagt að það sé hámark þess þregs sem býr í hverju manni til að sækja fundi í dag. Það er ekki meira. Flest eldri en 2 vetur, Guðni. Ég veit það. Takk fyrir þennan frábæra fund. Ég var fyrir sólarhring síðan í höll Noregs konungs og fékk þar að halda dálitla tölu þar sem ég skreytti með myndum af víkingaskipum og hetjum úr Njálum og það verður að segjast eins og er og kom mér dálítið og óvart að stemningin í Noregi er alveg með eindæmum hliðhóll okkur. Þetta var auðvitað heimssýnarfundur í Noregi reyndar en samt salurinn táraðist og svo kom fólk allt kvöldið og
til þess að knúsa mig og hingað mun koma hópur manna til þess að dreifa bæklingum og gera allt sem við biðjum þau að gera þegar nær dregur þessum kosningum. Það er alveg gríðarlegur stuðningur sem við, andlegur pólitískur stuðningur sem við höfum þarna á þessum ranni. Mig langar til þess að nefna eitt í framhaldi af þeirri umræðu sem hefur átt sér stað þjóðaratkvæðagreiðslu hér og þeirri stöðu sem við höfum verið í að finnast kannski dálítið óþægilegt að vera í einhverjum skilningi andsnúin þjóðaratkvæðagreiðslu og því að það er mjög vinsælt fyrirbæri. Eðlilegt að það sé hægt að afnema lýðræði í þeim skilningi sem við leggjum flest í það orð með atkvæðagreiðslu og þar sem að 50,1% atkvæðisbara þátttakenda segir já og svo atkvæðagreiðsla kann að fara fram við annarlegar aðstæður. Ég varpa þessu svona fram til umhugsunar og í framhaldinu að þá ættum við kannski að búa þannig hnútana í þessu lýðveldi okkar að það sé ekki hægt að kúpa lýðveldinu öðruvísi en að hafa að minnsta kosti dálítið stóran aukinn meirihluta atkvæðisbara manna á bakvið sig. Takk fyrir þennan frábæra fund. Takk fyrir. Kærar þakkir Haraldur minn og gott að heyra þetta frá Norðmönnum. Þeir eru tilbúin að sigla sínum skipum til Íslands og berjast með okkur. En munið það þingmenn að halda á bók Frosta sem Biblíunni og þreyta Þorgerði því að hún þreytist á spurningunum og þeim rökum sem hér á komið fram hjá lögfræðingum okkar að spyrja aftur og spyrja aftur. Þingmenn eiga að spyrja aftur og spyrja aftur. Og það hendi nú hér upp hann Gunnar áðan að hætta við sína ræða því ég hefði minnst af eina setningum. En Guðmundur G. Þórarinsson sagði við mig, ungan mann, þá var ég alltaf að flytja nýja ræðu á kvöldi, hann sagði þetta er tímasóun. Það hefur engin maður efni á því að flytja eina ræðu í lífinu. Það mátti ekki vera að skipta ræðu. Og sannleikurinn er nú sá að þegar við skoðum ræður, eins og Geirs Vogen, þá er þetta alltaf sama ræðan. Hann dregur inn nýja gilda þræði og fer hér og þar, en grunnur ræðunnar er svo sami er ekki ekki. Mikil furða að þetta er næstum því alveg hárrétt. Og þið tókuð eftir að honum þótti þessa furða að lítið prestlærður maður skildi hafa öðlast þessa vitneskju. En þú veist það nú Geir minn að ég var prestlegastur allra manna á Alþingi Íslendinga og það væru prestar, hann héldu allir að ég væri prestur og guðfræðingur og séra Hjálmar orti mig þar sem Guðni gerir best, gleður þjóðar múginn en þar fór efni í afbragðsprest algjörlega í súginn. En kæruvinir, eru fyrirspurnir í sal? Svo er ekki. Kannski ein örstuð. Það voru að koma hér upp Geir í ræðustól. Hér eru komnir tveir í viðbót. Gjörðu svo vel. Geir Vogen. Fundastjóri, góðir fundamenn, það kveikti ögn í mér að heyra til Haraldar áðan, maður sem heitir Haraldur og er Ólafsson og kemur alla leið frá Noregi. Hann á það inni að Norðmenn séu nefndir með Íslendingum. Ég hef haft mikil mög við Norðmenn langan aldur og hef jafnan fundið til þess hversu mjög þeir vilja vera í okkar félagskap Íslendinga á þann veginn að þeir vildu gjarnan sameina löndin að nýju eins og forðum var gjört.
Og ég hef haft það ráð, Guðni, að taka ærlega undir við þá með þetta. Ég segi, ég er tilbúinn til þess hvenær sem er að ganga í ríkjasambandið með Norðmönnum aftur upp á það að erkibiskupinn sitji í Niðarósi eins og vant er, konungurinn í Björgvin, ekki of nærri Sundunum og Þjóðverjónum og Frökkunum og þeim hérna fyrir sunnan, konungurinn í Björgvin. Þetta eru 2 skilyrði sem ég sett. Erkibiskupinn í Niðarósi, konungurinn í Björgvin og einungis helmingur opinberra starfsmanna í ríkinu sé héðan. Ég er til í að leiðrétta þetta, aðlaga þetta Evrópusambandshugmyndum. Það væri kannski athugandi að slá sér í félag við Evrópu upp á það að keisarinn sitji í Vínarborg, páfinn sitji í Róm og einungis helmingur opinberra starfsmanna í ríkjasambandinu sé héðan, restinn frá Evrópu. Upp á þessi skilyrði gætum við íhugað og rætt í alvöru einhvers konar samkrull með Evrópumönnum. Við erum búin að útvega Íslendingum öllum þægilega innivinnu í Brussel upp á þessi kjör og er það ekki freistandi, Guðni minn? Þetta er nú fyrsta ræða sem Geirvogi hefur flutt, en snjöll var hún og full af vitsmunum. Þá kemur séra Gunnlaugur Garðarsson. Ég vil hafa hann á undan Jóni Hólum. Ég ætla ekki að segja neitt. Það varst þú ekki að segja neitt? Félstu frá orðinu? Nei, ég var bara að benda á... Þá er það Jón Bjarnason frá Hólum. Alþingismaður fyrrum ráðherra frelsisins frá Fullveldi. Maðurinn sem ég hef hatt til að skrifa ævisögu sína og segja sérstaklega frá því þegar Evrópusambandið tók að skipta sér af því hver yrði ráðherra á Íslandi. Og svo var Jón settur af og höggvinn út á stétt sem ráðherra eins og Jón Arason. En hér er hann fullbúinn. Já, gott að vera í hjálpum og þakka við þessu frábæru erindi sem hér hefur verið flutt. Sko við Guðni eigum eitt sameiginlegt sem við erum hvorugur hlutina er að hafa átt formenn sem hafa svipókur. Halldór Ásgrímsson sveipurinn Ágústsson og sóttum og vildi sækja bæði með Evrópusambandinu. Og Steingrímur minn ágæti formaður áður en hann góð tvísvar, þá hefði hann afneitað tvísvar. Svona er það. En við komumst með þetta við Guðni og tökum núna slaginn með ykkur og okkur öllum. Ég ætla að segja ykkur eina sögu þegar ég var ráðherra og stóð frammi fyrir þessum sjálfum sér ágætum mönnum fyrir hönd Evrópusambandsins. Því þeir voru að mínu viti jafn miklu heiðarlegri heldur en sömu félaganna. Því þeir sögðu blátt áfram, því þið eruð ekkert að sækjum neinar undanþágur hér. Þið hefur sótt aðild en þið hefur ekki sótt undanþágur. Það er bara grundvallar munur á þessu tvennu. Og við erum ekkert reiðubúin að ræða undanþágur, bara aðild. Ég hitti sjávarútvegsráðherra Frakklands í þessum miðjum daradansi. Var boðið að flytja erindi á fundi fyrstimanna á sjávarútvegsins í Frakklandi, strandaði söguna. Og þessi ráðherra spurði sko, þið virkilega alveg ætlað að sækja aðild að Evrópusambandinu? Ég sagðist að fara að vera á móti því, en þetta væri í gangi. Hann sagði sko, látið ykkur ekki detta það í hug. Þegar þið verið konið í Evrópusambandið, þá stýrum við ykkar leið. Meðan að þið eru þarna, þá getum við slegist við ykkur, þið hafið ykkar rétt og við okkar, en eftir þið komið hingað inn, þá hafið þið engan rétt. Látið ykkur ekki detta ekki í hug. Og ég fannst þetta að vera góð lesning og þetta stöðsum lesning sem við höfum fengið hér í kvöld, að láta ekki okkur detta þetta í hug.
þakka þessar Ingrid Jónsson og góða ræðum. Halldór Ásgrímsson sveik mig aldrei. En hann sveik sjálfan sig af miklu leyti. Hann gegn meðsanningin tók hann Evrópu trú. Og hún lék hann grátt og flott mynd. Ég stóð á mínu allan tíman og Framsóknarflokkurinn hreinsaðist til resta fyrir bakteríu sem þar var sáð og tók upp aftur sína stefnu og Lilja hörð í málinu. Nú kveður sér hljóðs hver, spariklæddur ungur maður. Hannes Þórður. Hannes Þórður, gjör svo vel. Eru fleiri áður en gef? Eru fleiri í salnum? Hannes Þórður tekur til máls. Góða kvöldið. Hannes Þórður Hafstein Þorvaldsson heiti ég og mér langaði bara til að byrja að þakka fyrir kvöldin. Þessa óvæntu og skemmtilegu og fróðlegu afmælisgjöf sem ég fékk að geta komið hér og notið kvöldsins með ykkur og minna á það fyrst að menn fóru hérna í flokkarhýtingar rétt áður en komu upp og ég er með nælu í barminum til að merkja mig í mínu félagi í Kópavoginum þar sem ég er nýorðinn formaður og mun beita mér fyrir þessum málum á næstunni rétt eftir bæjarstjórnarkosningar, leyfum þeim kannski að koma fyrst að það langaði mig bara að minna á ég er Arnar Þór og við kynntumst þannig forðum að við vorum andstæðir samherjar og svo í framhaldið þá urðum við samhuga andstæðingar af því að hann fór og stofnaði nýjan flokk þó að við værum eiginlega sammála flest allt og þetta mál hér er bara ekkert bundið inn á flokka. Þetta er bara fullveldismál okkar allra Íslendinga, aðfluttra og innfættra og hvernig sem þeir eru. Þannig að við þurfum bara að muna það, að bera virðingu fyrir hvort öðru og muna að láta þetta líka smitast út í flokksstarfið en ekki í andstæðu við hvort annað, heldur bara allt saman. Mér dettur í hug nafni minn forfæðir, fyrsti ráðherrann, sem að er nú skrifaður út á öllum sögubókum af mörgum vinstrimönnum í seinni tíð af því að einhverjum hægrimönnum var það á að tilengja sér ljóðlínur hans sem er mjög skrítið af því að allir frændur mínir sem eru vinstrimenn og af hann kominir þeir líta á hann sem vinstrimann. Þetta er ekki flokkapólitík þegar kemur að fullveldismálunum og grundvallar borgaralegum réttindum að ráða sig sjálfir og fá að kjósa sína eigin fulltrúa hér á þessu landi til að stýra okkur sjálf. Þannig að bara takk kærlega fyrir mig, þetta voru mjög flottar ræður og bara áfram veginn. Kæra þakkir Hannes Þórður og til hamingju með afmælið. Þú ert almennilega klæddur og hundarfær og heldur hér prýðilega ræðum og ég las í hnakka þínum að þú væri af stórættum. Er ekki Hrafn Gunnlaugsson frændi þinn? Jú. Þá ertu af göfugum ættum innan frá Kleppi og alls staðar að. Þannig að það eru göfugir menn, ég held mikið upp á Hrafn og þína menn til hamingju. Gangi þér vel í Kópavoginum. Ertu í Sjálfstæðisflokknum? Nýkjörinn formaður Sjálfstæðisflokks Kópavogs. Glæsilegt, gefið honum gott klapp. Við búum til þá kjarnasetningu að í öllum flokkum þurfa að vera góðir menn. Þarna sannast það Hannes Þórður að íhaldið í Kópavogi er heppið. En nú skulum við ganga til síðari umræðu og það eru örstutt Ögmundur og þú viljið nú flytja langar ræður. Nú byrjum við á þér. Það er 2 mínútur. Ég? Já. Nei, þegar það eru öfurröðið. Hann vill vera síðastur á Ögmundur. Þá er það Bryndís minn sem byrjaði aftur. Já. Það eru svo margar skemmtilegar sögur. Ég vil bara segja mér, fyrst að þú nefndir nú Snorra hér áðan, þá er í eddunni hans svo skemmtileg saga af henni Skaði. Munið eftir henni? Skaði var svona, hvað myndir þú segja hún hafi verið? Jötunmey. Jötunmey.
úr Austurvegi sem að vegna alls konar málaferla kom til Ásgarðs og bauðst að velja sér eiginmann. Og hún vildi náttúrulega fá Baldur, hinn fagra og blíða og góða sem allir elska, sem eiginmann. Nema þeir vildu náttúrulega ekki setja Baldur í jötnahendur, æsirnir, þannig að þeir bjuggu til svona svið og settu alla fengulega kallara á sviðið og tjölduðu svo fyrir þá. Þannig að hún sá ekkert nema fæturna á öllum guðunum og þannig skildi hún velja sér mann. Og mér datt svolítið í huga að mér finnst þessi vegferð sem við erum á núna eiginlega svolítið svipuð þessari vegferð. Hún náttúrulega valdi það sem hún taldi að vera fallegustu fæturnar en voru fæturnar á nyrði í Nóatúnum. Og það var ekki sérlega gæfuríkt samband því að hann bjó niður við sjóinn, sjávarguðinn og hún upp í fjöllunum og þau gerðu með sér samkomulag að hún skildi fara upp í niður á sjónum. Hvað var það, 9 nætur eða svo? Hálft árið og svo ættu þau að skiptast á. Þetta gekk náttúrulega bara alls ekkert upp. Því skafið þoldi ekki jarmið í máunum og háaðan í sjónum og akkurat á hinn veginn þá var það þannig að Njörður þoldi ekki við í fjöllunum. Þannig að það er betra að vita hverjum maður gengur og vita hvað maður vill og allt þetta. Þannig að, já, mér datt þetta í hug í öllu þessari sagnaferð. En annars vil ég segja líka að það er rosalegir hlutir að gerast núna á Írlandi og ég bind miklar vonir við írska bændur og þeir standi í lappirnar. Reyndar er það ekki bara írskir bændur, heldur þjóðin líka sem stendur að baki þeim. Þetta er spurning olíukrísu eða bara orkukrísu. Það er ofboðslegar álögur á fólkinu. Þeir þurfa að greiða gríðarlega háa tolla og mikil gjöld og bændur og þeir sem að vinna í landbúnaði þar segja að þeir bara séu að bugast. Þeir get ekki haldið út mánuðinn einu sinni. Þeir munu fara á hausinn og allir fara út á götu. Vissu þið af þessu? Vissu hvað er að gerast á Írlandi? Og stjórnin segist ekkert ætla að lækka, þeir gera ekki neitt. Ég held þeir ætla að lækka skattar 10 cent, verðið á bensín 10 cent eða eitthvað slíkt. Þetta eru alveg gríðarlegar álögur og ofboðslegir kolefnisskattar sem eru líka lagðir á það, eða gjald. Nema að þjóðhöfðinginn segist ætla að senda á herinn. Þannig er staðar. En Írar eru út á götu núna og þeir syngja, þeir ætla ekki að gefa sig. Stjórnvöld senda á það lögregluna og lögreglan fer út á götu og tekur þátt í mótmælunum með því að nýta sér það að þeir geta tekið þeir hægja á umferðinni með því að tjekka hvort það er nokkuð vímuefni eða einhver ólöglegur farmur í bílunum. Þannig að það leggast allir á eitt þarna og ég eiginlega vil að við leggjumst líka á eitt með þeim af því að þetta er mikilvægt. Halda í sjálfstæðið og allt það, þó þau séu komin þarna inn. Og svo vona ég að ég heyri einhvern tímann í svona flottu fólki tala Írland, sjávarútveginn þeirra og fleiri hluti. Ég vil þakka eindregið fyrir frábæran fund. Takk fyrir mig. Það eru þakka til Rís og góðar þínar dæmisögur. Það er mikilvægt að grípa svona dæmisögur eins og gerir svo vel. Þá er komið að okkar góða Eiríki Svavarssyni. Já, þetta er nú orðið langur fundur, ég ætla nú að reyna að vera stuttorður. Það sem ég langar kannski að segja eftir allar þessar ræður hér og samtölu, að við erum að fara í ofboðslega mikilvægar kosningar. Við erum til að mynda að fara núna í mikilvægari kosningar heldur en svo tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðsla sem er lofuð, að seinni atkvæðagreiðslan, hún hefur miklu minna vægi heldur en þessi núna. Það er heiðarlega sagt frá í þingsályktun þegar það kemur að seinni atkvæðagreiðslunni, þá er búið að afgreiða aðildarsamning. Við erum að sjálfsögðu búin að taka upp
alla reglurnar verið að vinna, með lofa ákveðinni innleiðingarferli á þeim, eins og Erna Bjarna er búin að fara ágætlega yfir í sínu greinum á undanförnum vikum. Og við stöndum þá frammi fyrir því á þeim tímapunkti að Evrópuþingið er búin að samþykkja aðildarsamninginn og allt er búið. Það er bara eitt eftir. Íslensk þjóð eftir að segja já. Skiljið. Eins og núna erum við á þeim stað að með neyi þá tel ég að það sé bara búið að afgreiða þetta mál með samskonar hætti og búið að gera í Noregi. Það er að segja að þá bara er þetta mál ekki lengur á dagskrá og væntanlega til mjög langs tíma. En í þessum mikilvægu kosningu sem framöndan eru, að þá skiptir máli að vera skipulagður. Við förum fram að heiðarlega, en við þurfum líka að sýna ákveðna kænsku. Við munum fá að sjá í júní og júlí ákveðnar yfirlýsingar, ákveðin tilboð skulum við kalla frá Evrópusambandinu. Það mun koma. Það verður látið að því liggja, það sé að koma hér undan þá í sjávarútvegsmálum sem nota bene hafa aldrei verið veittar í sögunni. Og það mun koma einhver loforð uppbyggingu og innviðum á Íslandi og svo framvegis. Þetta mun koma. En við þurfum bara að halda áfram. Við þurfum að vera heiðarleg, við þurfum að sýna líka kænsku. Við þurfum að gera þetta með þeim hætti því ég sé það að allir, meira en allir fundarmenn hér eru á því máli sem flestir hér hafa rætt. Að þá þurfum við líka að vera að huga af því að landið, þjóðfélagið og fólkið er fjölbreytt. Og við þurfum að mæta áhyggjunum eða mæta sjónarmiðunum. Við þurfum að halda til dæmis svona fund þar sem að við þorum af okkar eigin sjálfstrausti að vera líka með mótaðila sem er á hinni skoðunni. Þannig að það þarf að vera dýpt. Það þarf að vera löngun hjá borgurunum til þess að koma og hlusta. Ég vil að láta þetta duga og bara takk hérna fyrir mig. Eiríkur minn, eigum við ekki að hafa það bara eins og Njála að skora það á Hólm. Skora það á Hólm til rökræðu. Eigum við ekki að gera það. Háþorgerði skoran á Hólm. Er ekki kjarkur í því sé að gera? Mannsbragur. Mannsbragur og mætti maður hafa aðgefin með sér. Og kannski er mikið í Tunguna upp í sér aðalega, Guðni minn. Tunguna upp í sér. Hún er vopnið. Hún er ekki hjört. Hún hefur ekki þorað í hjört. Hún hefur ekki þorað í hjört. En heyri, nú er komið að Gunnari Ármannsinni aftur. Gunnar. Ég ætla að geta eins áður að þeir kerir útvarp Saga. Það er ekkert mikilvægara en að þau eru þar á Dögmundur og Helna. Bryndís þarf að fara þangað og þeir þurfa að fara þar líka í viðtal hjá Pétri og Arnþrúði, Gunnar og Eiríkur. Er ekki saman því? Takk fyrir fundastjóri og fundarmenn. Mér var svolítið hugsið þegar Haraldur Ólafsson kom með frá Noregi og nefndi þarna setningu varðandi meirihluta þjóðarinnar, hvort þetta verður að vera aukinn meirihluti eða eitthvað slíkt. Og það myndi mér nú á fyrstu greinina sem ég skrifaði og ég ætla nú bara að fá að ljúka mínu máli með því að lesa 2 málsgreinar úr þeirri grein. Og ég tek það fram að seinni málsgreinin, hún vakti heilmikla reiði hjá sumum fyrrum skólabræðrum mínum. Og meðal annars var ég þess vegna kallaður fasisti eða með fasískar hugsanir eða kommunískar hugsanir. En sem sagt fyrri málsgreinin er svohljóðandi. Viljum við í framtíðinni vera þjóðin sem verður minnst fyrir að hafa í aldir, barist fyrir fullveldi sínum og í kjölfari fullu sjálfstæði og náða lokum til þess eins að glata því aftur frá sér í hendur annarra ríkja aðeins korteri seinna. Vegna þess eins að stjórnmálamenn þess tíma treystu sér ekki sjálfir til að ráða fram úr málefnum þjóðarsinnar. Það er það sem þessi meirihluti virðist vera að gera núna. Tekur ekki að málunum.
dreifir huganum og fyrir að gera eitthvað annað. Þess vegna sagði ég í minni grein, ég vil engar kosningar af framangreindum ástæðum. Og svo kemur svo texti sem að vakti mikla tilfinningar og ég hef átt í miklum rökfræði við á Facebookasíðu minni og alveg ófeiminn við að fara í þá rökfræði aftur. Ég segi í greininni, ég fæddist sem þegn í fullvalda og sjálfstæðu ríki, þannig vil ég deyja. Ég lít á það sem fæðingarrétt minn sem ekki verið tekin af mér nema mögulega með hervaldi óvinaþjóðar, en ekki með kosningum samlanda minna. Takk fyrir þessu. Hey! Þetta voru mikluð lokaorðuna minn. Þau eiga að fara víðar. Þetta setning sem að hittir beint í hjartað á fólki. Gefið honum aftur gott klap. Nú komið að víga manninu mikla Ögmundi Jónassyni. Nei, Erna mín, fyrirgefðu. Fyrirgefðu. Ég vil nú alls ekki ganga fram hjá þér, ég það gjör svo vel. Fundarstjóri og góði fundamenn, ég ætla nú ekki að vera margorð. Ég ætla að byrja á að vekja athygli á því að Guðni hlustar greinilega ekki út á sögu. Því ég hef ekki farið þangað í mörg ár. Þannig að ég hef ekki verið þar í neinum viðtölum nýlega. Nú, en bara að lokum, frábærar ræður og mál hér í kvöld, gleymum því ekki. Evrópusambandið tekur ekki við umsókn viðræður. Það tekur við umsókn aðild. Og það sem fór héðan frá Íslandi 16. júlí 2009 var: ríkisstjórn Íslands hefur þann heiður að leggja hér með fram í samræmi við 49. grein sáttmála sem Evrópusambandið umsókn lýðveldisins Íslands aðild að Evrópusambandinu. Þetta eru 3 línur á A4 blaði. Þetta var allt sem fór. Ekki stafur úr greinargerð þeirri sem fylgdi þingsályktunartillögu og samþykkt var þann sama dag. Var þetta bréf einhvern tímann lagt fram í ríkisstjórn eða utanríkismálanefnd? Menn karpa hér mikið það hvort einhver umsókn hafi verið dregin tilbaka. Var þetta bréf einhvers staðar samþykkt af öðrum en Jóhanni Vassari? Ég bara spyr. Þetta þarf að fá fram. Og svo segi ég bara eins og Hjörtur, það er gaman út í vondu veðri, við skulum hafa gaman af þessu. Velmælt Erna Bjarnadóttir og skýrt andsvar við vitleysunni. En nú komið að Ögmundi Jónassyni. Gjörðu svo vel. Og ég óttast að veðrið eigi eftir að versna og ég sammála Haraldi hvað varðar aukin meirihluta og það var hugmynd sem við tefldum fram í morgun á fundi utanríkismálanefndar að það hlyti að vera til íhugunar að krefjast þess að það væri minnst okkur 50% þáttaka og 80% meirihluti, aukin meirihluti, fyrir svo afdrifaríkri ákvörðun sem það væri að hefja þetta ferli. Og eins og fram hefur komið hjá Jóni Bjarnasyni og fleirum, þá eru þetta líka samningaviðræður. Þetta er ekki samningaviðræður. Það þarf enga samningatækni. Það þarf að vita hvar menn ætla að draga inn rauðu strik. Og það er það sem við viljum fá að vita áður en gengið til þessara atkvæðagreiðslu, þessara þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er lágmark. Í þingsályktunartillögunni, í textanum, þá er talað að það þurfa að fara fram endurmat á því sem áður var lagt fram og það er orðað svona. Ljóst hlustið á þetta, að einhvers konar endurmat þyrfti að fara fram á niðurstöðu þessara kafla sem var lokað hér áður, einhvers konar stöðumat. Og þeir ætla að fara með svona texta fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu.
Þeir segja hins vegar, eða þau segja öllu heldur í greinargerðinni, að það verði efnt til víðtæks samráðs í þjóðfélaginu og það er vísað í verkalýðshreyfingu og aðila vinnumarkaðar aðra og væntanlega sveitarstjórnir og aðra slíka. Stjórnir verkalýðsfélaganna kjósa ekki þessari atkvæðagreiðslu. Við kjósum. Það er ekki fámennar stjórnir sem kjósa. En þetta mat, þetta víðtæka samráð, það á að fara fram eftir að við höfum greitt atkvæði þjóðaratkvæðagreiðslu og þá hefst nú aldeilis ballið. Því að þá koma IPA-styrkirnir, Instruments for Pre-Accession Assistance, það voru milljarðar sem voru þar í boði. Jón Bjarnason tók aldrei við krónu úr af þessum styrkjum. Það reyndi á hans ráðuneyti og stofnanir þar innan þegar því var neitað. Þetta var rétt eftir hrun og mikið samdráttur og drengingar. Stofnanir í mínu ráðuneyti gerði þetta heldur, ekki krónu, ekki einn einasta. Það var ekki heldur auðvelt. En nú fer þetta fé að koma aftur. Nú er það glerperlur og eldvatn sem að mun flæða. Þetta nefndi ég í grein árið 2011 og þótti ekki góð latína öllum. En nú fer þessi tími í hönd. Nú verður öllum sveitarstjórnum landsins, eins og var gert þá, er ekki rétt hjá mér, Jón, öllum sveitarstjórnum landsins verður boðið til Brussel. Það var gert. Öllum stjórnum verkalýðsfélaga verður boðið. Þetta er samráðið. Samráð yfir mat og drykk út í Brussel. Og þarna þurfum við heldur betur að halda okkar vöku. Og þess vegna eigum við að beina því til alþingismanna sem að núna taka við boltanum að krefjast þess að þessari atkvæðagreiðslu verði frestað þar til liggur fyrir hvað stjórnvöld ætli að leggja fram, hvar þau ætla að draga rauðu línurnar. Ekki, það má kalla þetta samningsmarkmið með minn vegna. Þetta er engin samningsmarkmið, þetta eru rauðar línur sem menn þá draga, línur sem menn draga í sandinn. Hvar ætla þau að gefa eftir og hvar ætla þau að kveika? Þau eru ekkert að veikja okkar stöðu með þessu, aldrei ekki. Þetta er ekki samningamenn sem sitja og semja. Við erum að ganga inn í regluverk, við erum að sækja að ganga inn í regluverk undir dómsvald Evrópusambandsins. Það er hins vegar undir okkur komið hvar við drögum línurnar. Og það er ekki verið neitt leyndarmál, engin falin kort á hendi. Þetta var að liggja ljóst fyrir áður en við göngum til þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er grundvallaratriði að svo verði gert. Takk fyrir. Kærar þakkir, góði vinur. Ég hefði nú það mér til dundur svona undir leiðinu og ræðum í þinginu að reyna að útfæra það hver væri hver í Njálu. Ég komst alltaf á sömu niðurstöðu með Ögmund, hann var Skarphéðinn. Kjarkaður, áræðinn og hikaði aldrei og þið munið að Skarphéðinn var hergarpur Íslands. Hélt hann á ramri rimmugíi, hvað nú öx mín hitnar þér nokkuð? Þú skildir eigin svo þurrmynd vera væri annað en eld að bíta. Ögmundur, nú þín rimmugía að höggva í annað en eldinn. Og við munum berjast og ganga fram með þeim hætti sem við höfum gert hér í kvöld. Það er best að rökræða en snjallast finnst mér að skora þá á hólm. Og fara í einvígi og rökræða málið. Þannig það finnst mér snjallt. En ég vil þakka allar þessar góðu ræður, framsöguræðurnar og þeirra lokaræður sem var nú stuttar. En það voru jafnvel ennþá snjallari í öllum tilfellum heldur en löngu ræðurnar í upphafi.
Gefið þeim gott klapp. Svo komu hér frábær innlegg frá Geir Vågen, Hildi Guðmundsssyni, Haraldi Ólafssyni og Jóni Bjarnasyni. Gefið þeim gott klapp. Og svo þakka ég ykkur fyrir komuna, sérstaklega að sjá hversu margir komu á þessum ókristilega tíma, klukkan 6:30, og hvað fundurinn var málefnalegur og hvað þið hafið verið þolinmóð. Og Frosti minn, bókin Biblían í málinu. Bókin ESB, hvað í pakkanum, gefið þið Frosta aftur gott klapp. Ég gaf honum ekki einu sinni orði hér því hann þurfti ekkert að tala. Hann hefur sett það í skýra bók í skýra biblíu. Glemdir að þakka afmælisbarninu og ekki að klappa fyrir afmælisbarninu. Hannes Þorlaug, fyrirgefðu Hannes Þorlaug, stattu upp við klöppum fyrir þér eina ferðina. Þungi slítið og takk fyrir komuna. Þeir sem lögfræðingar, Þorgeir Katrín. Kærar þakkir fyrir afburða góða ræðu. Það á við alla ræðuna. Þetta var afburða ræða hjá þér og ykkur öllum. Takk kærlega fyrir. Ég vil þetta bara þínu strengi. Ég sé það. Já, fyrir kærlega. Takk fyrir börnum, þetta var frábært það. Alveg meira. Takk fyrir. Ég veit ekki hvað ég begi af. Takk fyrir. Gerðu gegn. Ég bara grét með þér. Takk fyrir. Bara ég veit. Ég verði ekki svo lítið með þess. Jæja, þá er þessi fundur búinn. Þessi kapitúli. Já. Takk fyrir kvöldið. Sömuleiðis.